Gott kvöld. Ég býð ykkur velkomin á fund bæjarstjórnar Vestmannaeyja. Þessi fundur númer 1550 haldinn í Einarsstofu 29. ágúst 2019 kl. 18:00 og segi ég fund settan. Það 11 mál á dagskrá og dagskrá eftirfarandi. Það fyrsta mál, það bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3104, annað mál fjölskyldu- og tómstundaráð, fundur 231, þriðja mál umhverfis- og skipulagsráð, fundur 309, fjórða mál framkvæmda hafnaráð, fundur 237, fimmta mál bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3105, sjötta mál umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur nr. 310, sjöunda mál bæjarráð Vestmannaeyja, fundur 3106, áttunda máli fræðsluráð, fundur 320, níunda máli fjölskyldu- og tómstundaráð, fundur 232 og auk þess eru 2 almenn erindi, það númer 10 umræðum samgöngumál og 11 umræðum fyrir það breytingar á sýslumannsembættinu í Vestmannaeyjum. Við gangum þá til dagskrá, við byrjum á lið nummer 1, það bæjarráð Vestmannaeyja, fundargerð nummer 3004, liður 1 liggur fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar, já, það alveg hárrétt. Fyrir liggur ósk bæjarfulltrúar Helgu Kristínu Kolbeins að víkja undir þessum lið áður greiðum atkvæðum haft. Við óskum þannig að Helga Kristín Kolbeins hefur vikið að fundi hér með og þá ber ég aftur upp þessa fundargerð. Liður númer 1 liggur fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefið atkvæðamerki. Það eru 6 bæjarfulltrúar sem samþykkja það. Nú við ljúkum þessum lið og Helga Kristín Kolbeins tekur þá sæti aftur á fundinum. Þá höldum við áfram í lið nr. 2, það fjölskyldu- og tómstundaráð, það fundur 231, það liður 5, leikvelli, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs fyrir yfir staðsetningu og fjölda og ástand leikvalla hjá Vestmannaeyjabæ. Niðurstaða: ráðið þakkar framkvæmdastjóra fyrir kynninguna. Mikilvægt að hafa nokkur lítil leiksvæði í bænum fyrir utan stóru leiksvæðin eins og skólalóðir, leikskólalóðir, Stakkó og Herjólfsdal. Ráðið telur mikilvægt að hafa leiksvæði dreifð bæinn samkvæmt aðalskipulagi og sinna viðhald á öllum leikvöllum vel. Ráðið felur framkvæmdastjóra fjölskyldu- og fræðslusviðs að fylgja málinu eftir í samstarfi við umhverfis- og tæknisvið. Það Jóna Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Íbúar hafa verið að kalla eftir opnum leikvöllum sem hægt að nýta meðan leikskólar og skólar eru í gangi. Og þeir myndu nýtast það því fólki sem heima með börn og dagmamur gæti nýtt þetta og fleiri. Í mars var gerð úttekt á leikvöllum bæjarins, staðsetningu og fjölda og ástandi þeirra. Og það kom í ljós að þeir eru 12 talsins og þeir eru í misjöfnu ásakomulagi. Meirihlutinn telur mikilvægt að hafa nokkur lítil leiksvæði í bænum fyrir utan skóla og leikskólalóðir, Stakkó og Herjólfsdal. Mikilvægt að þau séu dreifð og þeim sé sinnt og haldi vel við. Við viljum auka þjónustuna við íbúana og hlusta á þá. Með leyfi forseta ætla ég að fá að lesa bókun. Íbúar hafa kallað eftir opnum leikvöllum sem hægt að nýta meðan leikskólar og skólar í gangi. Meirihlutinn telur mikilvægt að hafa nokkur lítil leiksvæði í bænum fyrir utan skóla og leikskólalóðir, Stakkagerðistún og Herjólfsdal. Meirihlutinn fagnar því að þessi vinna hafin. Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ánægjulegt hér að þetta skuli vera til umræðu. Þetta er skemmtilegt mál og mikilvægt hér fyrir fjölskyldur í bæ með börn og við bara tökum undir þetta heils hugar og við bara leikum kannski forvitni á að vita hvort að það séu einhver svona sérstök svæði, hvort það standi til að fjölga leikvöllum eða einfaldlega byggja upp þá sem eru fyrir og hvort að svona í hvaða átt menn eru að fara með þetta og hvað hefur verið rætt í ráðinu í þessum efnum og kannski taka það fram að á síðasta kjörtímabili var lögð mikil áhersla á þessa stóru leikvelli og þessi svæði sem eru nefnd hér í bókuninni og hefur verið lögð mikil áhersla að halda þeim vel við og það var hér áður fyrir mun meira af leikvöllum sem að tókst bærinn átt í vandræðum með að halda við og þeir dröppuðust niður. Þar af leiðandi voru á ákveðnum tímapunkti voru fjölmargir leikvellir fjarlægðir, einfaldlega þar sem að þeir voru búin að drabbast niður en við bara tökum heils hugar undir þessa bókun og en væri bara gaman að vita fyrst við erum með ráðsmann hér bæjarstjórn og að vita hvernig umræðuna voru svona, í hvaða átt þær voru. Takk. Trausta Hjaltasyni fyrir Jónas Sigríður Guðmundsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Þetta nú reyndar ekki komið inn í ráðið til mín en ég hugsi, vitur svona nokkurn veginn að það er svona verið að tala 4 til 5 leikvelli að þetta sé á þessum svæðum sem eru fyrir, nema bara að laga þau svæði, það þarf að bara líka þau svæði sem ekki er meiningin að vera með að bara hreinlega hreinsa til þar. Þetta er orðið margt af þessu kannski bara pínu hættulegt, ryðgað og þannig að það var eitthvað meira sem þú spurður um. Nei, ég held að þetta sé komið. Þakka Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Það er fleiri bæjarfulltrúar að þennan lið. Íris Rópsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég bara fagna því að þessi vinna sé hafin og eins og kom fram í máli Jónu Sigríðar Guðmundsdóttur bæjarfulltrúa að þá var verið að tala um einhver 12 svæði fyrir utan þessi stóru svæði sem búið er að byggja upp eins og kom fram hérna áðan. En mér skilst nú að menn ætli sér nú ekki að vera með 12 svæði, heldur að vera með fleiri svæði og reyna að velja þau þá þannig að við séum á svæðum sem eiga hvað lengst að sækja líka stóru leiksvæðin, að því þetta er Stakkó og Dalurinn alltaf opinn þó að það séu skólar, en ég held að það sé bara mikilvægt að vanda þessi svæði hafa nánast öll litlu svæðin drabbast svolítið niður. Það eru örfá sem eru svona þolanleg en fólk kallar eftir því að geta verið aðeins nær heimilum sínum, sérstaklega með lítil börn og mér líst bara mjög vel á þessa vinnu sem er að fara í gang og vonandi sjáum við þess stað bara núna í fjárhúsáætluninni einhver uppbyggingu þarna. Þakka Íris Rópsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Það er auðvitað mikilvægt að við sinnum þessum svæðum vel og einmitt að tryggja það að viðhald og utanumhald vallana sé gott, af því að líkt og kom fram í máli formanns að þá getur vissulega stafa slysahætta af því ef að tækjum hefur ekki verið vel sinnt eins og dæmi hafa sýnt úr öðrum sveitarfélögum.
og mikilvægt að byggja vel upp þessi kjarnasvæði sem að svona flestir hafa vani komu sínar á. Við höfum náttúrulega verið í flottri uppbyggingu núna og búið að fara í vinnu varðandi skólalóðirnar og það vissulega eru auðvitað svona stórir punktar sem að fólk eru mikið að sækja með börnin sín, bæði leikskólarnir og grunnskólarnir og náttúrulega mikið í kringum boltavellina. Þannig að ég fagna því að við halda þessu enn frekar og halda áfram en einmitt verður forvitnilegt að sjá hvernig framhaldið á vinnunni verður, hvaða staðsetningar það verða og svo framvegis en ég bara óska eftir því að í staðan fyrir meirihluta þá komið þarna fram bæjarstjórn í bókunum. Takk fyrir. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að þennan lið nr. 5? Ef ekki þá greiðum við atkvæði þennan lið. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir gefið atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúar, þannig að það samþykkt. Já, ég skal breyta þessu. Nú, þá förum við í lið nr. 6 undir þessari fundargerð. Það heilsuefling fyrir eldri borgara, liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Það Íris Róbertsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Áður en ég kom hérna niður þá kom ég við upp í framhaldsskóla og þar einmitt í dag kynningafundur sem Janus að halda á þessu verkefni. Verkefnið alfarið í höndum Janusar og hans fyrirtækis og Vestmannaeyjabær að kaupa þessa þjónustu af honum. Í þessu verkefni erum við með þannig samning við Janus að það þarf ákveðin fjöldi að taka þátt í verkefnum til þess að verkefni fara á stað. Og það í rauninni kröfur sem eru settar af honum, að það lágmarksfjöldi til þess að hann sjá sig fært að geta fara með verkefni á stað. Og í okkar tilviki það 50 manns og við ætlum svo sannarlega að vona að við náum því. Og miðað við það að það voru 130 manns á kynningafundanum og fólk mikið spennt fyrir því að heyra hvað í boði og hefur heyrt mikið af verkefnunum. Ég ræddi við talsvert af fólki sem var þarna upp frá og margir voru að koma þarna því þeir áttu vini eða kunningja sem hefur tekið þátt í verkefninu annarkvort í Reykjanesbæ eða í Hafnarfirði. Og það var allavega mikil eftirvænting en ég þurfti nú að fara áður en kynningunni lauk þannig að ég ætla bara að vona að þetta hafi verið svona afskaplega skemmtilegt og fræðandi eins og þetta var byrjað með enda við náttúrulega, ég hef tvisvar setið kynningu hjá honum á verkefninu og þetta gríðarlega spennandi og það sem náttúrulega jákvæðast í þessu verkefni að þetta er stórt skref í forvörnum í öldrunarþjónustu og eykur náttúrulega gríðarlega lífsgæði íbúa. Það ekki bara nóg að skapa þeim aðstæður til að búa heima, þau verða að hafa heilsu til að vera heima. Þannig að þetta bara ótrúlega spennandi verkefni sem við hér í bæjarstjórn getum bara verið gríðarlega stolt af, en það var mikil samstæða verkefnið og ég hlakka bara til að sjá framvinduna. En þessi kynningafundur lofaði allavega góðu og með leyfi forseta langar mig að bera upp bókun. Bæjarstjórn lýsir mikilli ánægju með það að heilsuefling eldri borgara 60+ í Janusarverkefni sé farið af stað. Í dag kynntu umsjónarmenn verkefnisins ásamt Janusi verkefnið og var fundurinn vel sóttur en 130 manns sóttu fundinn. Með þessu verkefni stór skref stigið í forvörnum og eflingu lífsgæða eldri íbúa Vestmannaeyja og fagnar bæjarstjórn því. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta og tek heilshugar undir þetta og jafnframt láðist mér að lesa niðurstöður ráðsins en ráðið fagnar undirritun verkefnisins við Janus heilsueflingu og ráðið hvetur bæjarbúa 65 ára eldri til þess að nýta sér verkefnið og mæta á kynningafund sem haldinn verður á næstunni. Markmið verkefnisins meðal annars að gera fólk hæfari til að takast á við breytingar sem fylgja hækkandi aldri með markvissri þátttöku í þol- og styrktaræfingum auk ráðgjafar holla næringu og aðra heilsueflandi þætti getur fólk spyrnt við fótum gegn öldrunareinkennum samhliða því að bæta heilsu sína og lífsgæði.
Þetta tónar held ég mjög vel saman hjá okkur öllum. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Helga Kristín Kolbens, hversu vel? Ég tek undir með bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur. Þetta mjög ánægjulegt að þetta verkefni sé farið af stað og líka mjög ánægjulegt að sjá hvaða mikill áhugi fyrir því og ég vildi bara segja ykkur að bílaplanið ennþá fullt, þannig að það greinilega mikið verið að spjalla og fólk bara spenntur. Þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið í fundargerðinni? Hildur Sólveig Sigurðardóttir, hversu vel? Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, ég fagna þessu verkefni gríðarlega að þessi farið af stað og tek undir það sem hér hefur komið fram. Ég þekki aðeins til þessa verkefnis og veit að þarna fer mikil og vöndu vinna fram og það er líka ánægjulegt að sjá alltaf góða fagfólk sem að þessir aðilar hafa fengið til liðs við sig héðan úr bænum og líkt og ég hér hefur komið fram og það var bara óskandi og ég vil bara nýta tækifæri til að hvetja sem flesta til þess að taka þátt í þessu og það verður ánægjulegt að sjá hver raunin verður og hvernig þetta mun gagnast og vonandi bara sem best og nýtast sem flestum. Takk. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða lið nr. 6 undir þessari fundargerð? Ef svo er ekki, þá greiðum atkvæðum þessa. Ber þetta undir atkvæði, bæjarfulltrúar sem eru samþykkir. Það er allir bæjarfulltrúar samþykkir þessu. Liðir 1-4 og 7-9 liggja til staðfestingar þessara fundargerð þegar bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það eru jafnframt 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá klárum við þennan lið í fundarbúðinu. Förum í þriðja lið sem er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, það fundur 309. Það er liður 11 göngustígar og gönguleiðir sem liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Og þetta er bókað í ráðinu, tekið fyrir greinargerð vinnuhóps dags 5. júní 2019. Í greinargerðinni er meðal annars lagt til að fara í markvissa uppbyggingu á gönguleiðinni frá Herjólfsdal með hamrinum á útsýnispalli Stórhöfða. Að fullgera gönguleið að Sæfellinu austur fyrir flugbraut að Helgafelli og Eldfelli. Að ráðast í markvissa uppbyggingu á gönguleiðinu upp Dalfjallið yfir Eggjar að útivistarsvæði við Spröngu. Niðurstaða: ráðið tekur undir tillögur starfshóps og felur starfsmönnum umhverfis- og framkvæmdasviðs að vinna úr tillögum og leggja fram við gerð fjárhagsáætlunar 2020. Það er Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar. Vinnuhópur gönguleiðir skilaði af sér greinargerð þar sem farið var yfir stöðuna á ýmsum svæðum sem ætti að setja í forgang. Í hópnum eru Eyþór Harðarson, Jónatan Guðni Jónsson, Magnús Bragason, Ólöf Aðalheiður Elíasdóttir og starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs. Í fyrsta lagi var farið yfir stöðuna á gönguleið upp Dalfjall. Og í öðru lagi var farið yfir merkingar á gönguleiðum við Hamarinn, varúðarmerkingar við hættulega gönguleiðir svo sem Klif og Blátind og lagt til að óskað yrði eftir aðstoð frá Umhverfisstofnun varðandi lagfæringar á gönguleiðum á Eldfelli og útfærslum á gönguleiðum fyrir Helgafell. Lagt var fyrir umhverfis- og skipulagsráð að fara í markvissa uppbyggingu á gönguleiðinu frá Herjólfsdal með hamrinum að útsýnispalli í Stórhöfða, að fullgera gönguleið með Sæfellinu austur fyrir flugbraut á Helgafelli og Eldfelli og niður í bæ og loka þannig svokölluðum hring. Og að ráðast í markvissa uppbyggingu á gönguleiðinu upp Dalfjallið yfir Eggjar að útisvæði við Spröngu. Þetta er mjög þarft verkefni og munu starfsmenn umhverfis- og framkvæmdasviðs vinna úr tillögunum og leggja fram við gerð fjárhagsáætlunar 2020. Af mörg er að taka og muni leggja fyrir ráðið og hópurinn starfi áfram.
Jón Sigríður Guðmundsdóttir fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Ef svo ekki, þá ber ég þennan lið nr. 11 undir atkvæði við bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúar sem samþykkir það. Þá eru liðir 1-10 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það samþykkt með 7 atkvæðum. Þá förum við lið nr. 4 í fundaboðinu. Það framkvæmd á Hafnaráð Vestmannaeyja, fundur 237, liðir 1-5 liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúar, þannig að það samþykkt. Þá förum við í lið nr. 5 í fundaboðinu. Það fundargerð Bæjarráðs Vestmannaeyja, fundur 3105. Það verður óskað eftir umræðum lið nr. 1 þar sem að snýra breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Lögð voru fyrir bæjarráð drög að breytingum á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar, samþykkt stjórn og fundarskap Vestmannaeyjabæjar nr. 561/2013, samanber samþykkt nr. 334/2014. Tillögurnar eru að mestu tilkomnar af athugasemdum stjórnsýslu endurskoðenda Vestmannaeyjabæjar og snúa aðallega að tæknilegum breytingum og betrumbótum á samþykktinni. Niðurstaða: við umræðu ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2018 komu fram athugasemdir endurskoðenda ýmsar greinar í bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar. Í framhaldinu var óformlega rætt og ákveðið í bæjarráði að fela stjórnsýslu endurskoðenda bæjarins framgang málsins og að gera tillögur að breytingum á samþykktinni. Bæjarráð ákvað að nýta tímann fram að næsta fundi til þess að fara yfir breytingatillögur og eiga símafund með stjórnsýslu endurskoðenda bæjarins. Efnisleg meðferð bæjarráðs fer því fram milli funda og umræðan breytingar fer fram á næsta fundi bæjarráðs. Samþykkt með 2 atkvæðum H- og E-lista, fulltrúi D-lista sat hjá. Bókun frá fulltrúa Sjálfstæðisflokksins. Endurskoðun bæjarmálasamþykktar er veigamikið og mikilvægt verkefni sem þarf að vanda vel. Bæjarráðsfulltrúar Sjálfstæðisflokksins kom það í opna skjöldu að hafin væri vinna og komið vel á veg við slíka endurskoðun með útkeyptri þjónustu án þess að fyrir lægi ákvörðun að fara í slíka endurskoðun hjá bæjarráði eða bæjarstjórn. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins lýsa yfir ánægju með að vanda eigi þá vinnu og leggja til að breið samvinna verði þá vinnu og tekið tillit til sjónarmiða allra fulltrúa. Undir þetta ritar Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Það Njáll Ragnarsson. Já, forseti. Þú fylgdir hérna upp þessar niðurstöðu úr bæjarráði sem var svona nokkurn veginn eins og þetta atvikaðist. Það nú svo skrítið með þetta mál að ég held að allir bæjarfulltrúar hafi við þessar breytingar þennan lið eða þessar fyrirhuguðu breytingar á bæjarmálasamþykkt hafi á einhverju tímapunkti setið í bæjarráði og það náttúrulega mjög jákvætt, en það sem var til þess að kveikja í að hefja þessa vegferð að það var að það hafa komið athugasemdir frá endurskoðendum KPMG við ársreikning við samþykkt ársreikning sem sagt, að þá hafa komið athugasemdir að það sé eitt og annað í núverandi bæjarmálasamþykkt sem stangast á orðalag sem er misvísandi og annað og eitt og annað sem vantar þarna inn og annað sem títekið og svo framvegis, þannig að bæjarráð ákvað það þegar við bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason sátum í bæjarráði saman, að þá var tekið og formlega spjall það að hefja þessa vegferð að fá hana Sesselju til þess að gera ákveðnar tillögur að því sem við þyrftum að breyta til þess að laga þetta allt saman. Og síðan eru þessar tillögur komnar fram og voru lagðar hérna fyrir þennan fund og þannig að það er svona kveikjan að þessu og svo náttúrulega mallar þetta bara áfram og í framhaldinu náttúrulega við tökum síðan til umræða eftir næsta fund og eftir 3106 þar sem að þetta mál í rauninni heldur áfram og því náttúrulega hvergi nærri lokið þó að þessar tillögur frá henni Sesselju séu framkomnar
að þá þetta mál náttúrulega bara sem heldur áfram, en undir þessum lið þá óskaði ég eftir að fá eftirfarandi fært til bókar þessa fundar, svohljóðandi með leyfi forseta. Bæjarfulltrúar meirihlutans taka undir bókun bæjarráðs frá 30. júlí síðastliðnum vegna bæjarmálasamþykktar. Við umræður ársreikning Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2018 komu fram athugasemdir endurskoðenda ýmsar greinar í bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar. Í framhaldinu var óformlega rætt og ákveðið í bæjarráði að fela stjórnsýslu endurskoðenda bæjarins framgang málsins og að gera tillögur að breytingum á samþykktinni. Fleiri bæjarfulltrúar að ræða þetta? Trausti Hjaltason kjörstjórn. Forseti, bæjarfulltrúar. Hér verið að ræða breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar sem að ég hef alls ekkert á móti og bara fullkomlega sammála því að fara í það að skoða breytingar á bæjarmálasamþykktinni, en það sem að vakti furðu mína í þessu máli annars vegar bókunin sem að lögð fram og afgreiðslan og einnig að það skuli bara vinnubrögðin við málið. Það var mjög leiðilegt og mér finnst mjög leiðilegt að málið skuli byrja svona, vegna þess að þetta mál sem að ætti að vinnast og við ættum að geta unnið í sátt og samlyndi og á faglegan hátt. Hér í bókuninni talað að stjórnsýslu endurskoðandi Vestmannaeyjabæjar sé búin að koma fram með athugasemdir. Hvenær var tekin ákvörðun hver í stjórnsýslu endurskoðandi Vestmannaeyjabæjar og hver það? Og síðan hér vitnað í bókunni í óformlega ákvörðun eða óformlegan fund og sem að ég á að hafa setið og að það hafi verið tekin ákvörðun á þeim fundi að fela stjórnsýslu endurskoðanda vinnuna. Og ég man ekki eftir því áður, hvorki á Vestmannaeyjabæ eða annar staðar, að það sé ákveðið að fara í eitthvað mál á óformlegum fundi. Enda á næsta fundi og eftir þessum, þar sem málið til umræðu, þar hlutinni gerðir rétt. Þar talað að taka málið fyrir í bæjarstjórn til þess að ákveða í raun og veru að fara í endurskoðunina. Og þannig að mér finnst vera að fara á öfuga leið í þessu, og ástæðan fyrir að ég að benda á þetta að á síðasta bæjarstjórnarfundi vorum við að ræða mjög svipað mál þar sem var verið að taka ákvörðun hér fyrir nokkrum fundi síðan í að fara í úttekt á fiskiðu framkvæmdinni. Og þar var búið að fara í úttektina án þess að hafa búið að samþykkja málið í bæjarstjórn. Við fengum athugasemd frá ráðuneytinu og það var beðist afsökunar á því og menn voru bara sammála að það hafi verið farið ranglega að þar, og síðan á þessum fundi aftur gerð nákvæmlega sömu mistök. Það sem verið að búið að fara í málið án þess að búið að ræða það í bæjarstjórn. Bara af hverju ekki ákveðið, af hverju það ekki bæjarstjórn sem ákveður að fara í að skoða bæjarmálasamþykktirnar og taka þær upp? Af hverju ekki búið að ræða þetta hér? Og af hverju meirihlutinn aftur að gera sömu mistök? Þetta Trausta Hjaltason fyrir Íris Róbertsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, já, þetta var áhugaverð yfirferð hjá Trausta Hjaltasyni hér. Annars vegar bar hann saman úttekt á framkvæmdum
og tillögur að breytingum vegna athugasemda hjá stjórnsýslu endurskoðanda, það kallað það ársreikningum skipt þannig að það stjórnsýslu endurskoðandi hjá KPMG, við höfum ekki valið hann, er búin að vera síðan KPMG tók við hjá Vestmannaeyjabæ og hún heitir Cecilia og Helga Kristín Kolbeins og Jónas Sigríður og Elís Jónsson, þessi bæjarfulltrúar og ég sátum fund með henni og ég hef hitt hana og bæjarstjóri látin hitt hann alltaf í tengslum með ársreikning og þegar endurskoðandinn okkar, hann Helgi og hann Magnús voru hérna að þá fóru þeir yfir það og ræddu athugasemdir frá Cecilia á fundinu sem var haldin í bæjarráði. Þannig það getur ekki verið að það komi bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins á óvart að hún Cecilia sé starfandi hjá KPMG og skoði stjórnsýslupartinn. Hún les allar fundagerði frá okkur og allavegna þarf að gera athugasemdir á hverju ári til sveitafélagsins og til allra annarra sveitafélaga. Þannig svo það sé upplýst. Þetta ekkert sem við pöntuðum, gerðum eða græðum. Málið það hefur ekki verið að bregðast við þessum athugasemdum. Ok, það er annað. Svo ætla ég að koma hérna að þessum vinnubrögðum. Mér fannst mjög áhugavert þegar bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason fór yfir hérna að það væri bara ekki verið að gera þetta rétt. Ég átti nú svo sem vona því að þetta kæmi upp á þessum fundi, þannig ég búin að vera að lesa mig aftur í tíma. Það voru gríðarlega miklar breytingar gerðar á bæjarmálasamþykkt 2008. Þá sat ég nú bara sjálf í einu ráði sem lagt var niður, menningu og tómstundaráð, og voru gerðar alveg svakalega viðamiklar breytingar. Aldrei nokkuð tíman var það ákveðið í bæjarstjórn að fara í breytingarnar, heldur komu breytingarnar inn. 2014 gerir Sjálfstæðisflokkurinn meirihluta þetta. Sjálfstæðisflokkurinn líki meirihluta 2014, þegar gerðar eru minni breytingar, þegar breytingarnir sem gerðar voru 2008, sem var varað við, gerðu fræðsluráði mjög stórt með menningamálunum undir, menningamálun tekin í burtu, voru sett undir bæjarráð. Þetta kom bara inn sem tillaga inn í bæjarráð, annars að vera tekin fyrir í bæjarstjórn eða neins staðar. Þetta bara samþykkt í bæjarráði og tekið í 2 umræður í bæjarstjórn eins og vera ber. Og það hefur aldrei staðið neitt annað til. Það voru ekki pólitíska tillögur sem komu frá henni Cecilíu, heldur þetta voru ábendingar til umræðu. Við höfum getað ákveðið í bæjarráð og segja, heyrðu, við ætlum ekki að gera með þetta, við tökum þetta bara í burtu. Þetta voru ekki tillögur frá pólitískum fulltrúum. Og ég á bara ekki til orð yfir það sé verið að segja það að þessi vinnubrögð sem eru mjög vönduð, enda var ákveðið að halda símafund með viðkomandi aðila, bara það hann Trausti, hann hristur hausinn svo mikið, ég get alltaf að lesa á blaði hérna, að halda símafund með honum, það er haldinn annar fundur, en á þeim fundi sem við reyndar eru með aðra umræðum og eftir, þá koma fram athugasemdir frá fulltrúa minnihlutans það að hún vilji taka bara upp alla bæjarmálasamþykktina, að sjálfsögðu fer það fyrir bæjarstjórn. Ef það á að taka upp alla bæjarmálasamþykktina, alveg svo Sjálfstæðisflokkurinn hefði átt að gera 2008, þegar þeir tóku upp fleiri greinar, breyttu málaflokkum, færðu til, bjuggu til ný ráð, stækkuðu og gerðu. Það var aldrei ákveðið í bæjarstjórn að fara í þá vinnu, heldur voru tillögurnar lagðar fyrir bæjarstjórn. Ef að bæjarfulltrúi Trausti Hjaltason getur fundið það í fundargerðum Vestmannaeyjabæjar, þá var ég frábærlega til að fá það. Ég leitaði, ég fann það ekki. Þannig ég tel að þetta vinnulag sem er hérna sé gott og það var mjög góð samstaða og góður andi bæði á vinnufundunum og á bæjarráðsfundunum sem við ræddum þetta. Ég var bara gríðarlega ánægð með innkomu Helgu Kristínar Kolbeins bæjarfulltrúa, lagði mjög margt gott til málana og það er enginn að fara að þjösnast neitt á einhverju bæjarmálasamþykkt, það dettur ekki nokkrum til hugar. En greinilega hefur þetta vinnulag verið viðhaft hérna fyrir einhverjum árum. En það er ekki þar með að við þurfum að gera það. En vinnulagi við þessar tæknilegu breytingar er nákvæmlega sama vinnulag og var 2014 þegar síðustu breytingar voru gerðar á bæjarmálasamþykktinni. Íris Róbsdóttir fyrir þetta, vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessu lið. Það er Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, líkt og kom fram í bókunni þá var undirrituð hissa á því hversu langt á veg þessi vinna var komin, þar sem að ekki hafði verið búið að taka ákvörðun það að vera að fara í breytingar endurskoðun á bæjarmálasamþykktinni og að mínu mati eru slíkar breytingar á bæjarmálasamþykkt eru stórar og bæjarstjóri getur staðið hér upp og þulið upp einhver ártöl aftur í tíman en
Ég satt ekki 2008 eða hvenær svo sem hún að tala um. Ég að tala um daginn í dag. Við erum að tala um stöðuna eins og hún í dag. Og við höfum brennt okkur á því áður að hér eru mál farin í farveg, það er byrjað að vinna að þeim, farið að kaupa út þjónustu án þess að séu til staðar samþykki fyrir þeim. Og það er verið að vísa í óformlegar ákvarðanir sem að taka inn á bæjarráðsfundum og verið að bera bæjarráðsfulltrúa fyrir einhverjum ákvarðanum sem þeir hafa aldrei tekið. Og mér finnst bara slíkt vera alvarlegt. Það er ekkert óeðlilegt að fara og taka bæjarmálasamþykktina upp og fara og skoða hvað eflaust eins og hefur komið fram að það hafa komið ábendingar sem er sjálfsagt að skoða. Og það skal enginn halda það að bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins séu einhvern máta andvígir því. Á sínum tíma þegar bæjarmálasamþykkt þessi var lögð fram og samþykkt á sveitarstjórnarráðuneytinu og þá var hún í góðu fullu gildi og hefur sinnt sínu gildi vel og hefur gagnast Vestmannaeyjabæ vel við sína stjórnsýslu. En eðli málsins samkvæmt með breyttum tímum og að þá þarf að eðlilega að taka slíka hluti upp og færa til betri vega eða skoða að því að auðvitað má alltaf gott bæta. Það er bara þannig. En á þessum bæjarráðsfundi að þá lagði ég mitt þó svo, ég hef ekki gert það formlega, þá ger ég það óformlega eins og hefur komið hér fram í það er greinilega eitthvað til siðis hjá meirihlutanum, að það væri í rauninni bara tekin ákvörðun að fara í þessa endurskoðun en hlaut ekki hljómgrunn. En ég fyrir mitt leyti allavega var mjög hissa á því hvernig máli var komið fyrir, sérstaklega eins og bæjarfulltrúi Trausti kemur inn á að búið að gagnrýna þennan meirihluta fyrir áður að vera farin fram úr sér. En ég ætla rétt að vona og eins og hefur komið fram að þá verður hér þetta mál tekið fyrir aftur og eftir. Og ég geri bara fastlega ráð fyrir því að það verði gert í góðri sátt og þetta unnið áfram og þannig að þetta skjal og þetta plagg geti gagnast okkur öllum og sveitarfélaginu sem allra best. En ég lýsi aftur yfir undrun minni á að þetta mál sé í þeim farvegi sem það er. Eðlilegast hefði verið að þetta mál hefði farið fyrst fyrir bæjarstjórn. Það hefði verið ákveðið þar að taka bæjarmálasamþykktina upp og svo hefði málið verið unnið áfram. Ekki eftir 2 fundi í bæjarráði þar sem þetta hefur verið fjallað þetta, ekki eftir 1 vinnufund varðandi málið, séu við núna loksins að ræða það að taka bæjarmálasamþykktina upp. Ég allavega ekki hrifin af þessum vinnubröðum. Takk fyrir. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið fundargerðinni? Trausti Hjaltason, þessu vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Bara til þess að hafa það á hreinu, þá var ég hér ekki að ræða vinnufund sem átti sér stað eftir þennan fund sem við erum hér að ræða. Heldur ég einungis að tala að á þessum fundi var búið að vinna vinnu í útseldri vinnu af starfsmanni sem var búinn að fara yfir bæjarmálasamþykktina og gera athugasemdir sem var verið að ræða á þessum fundi án þess að vera búið að ákveða að fara í að taka upp bæjarmálasamþykktina og fara yfir hana. Líkt og kom hér fram þá í máli bæjarstjóra þá hafa ábendingar komið áður og það alveg eðlilegt að koma ábendingar við gerð ársreiknings. Það ekki þar með sagt að það eigi að vaða bara í allar ábendingarnar án umræðu og það eigi að taka upp bæjarmálasamþykkt og það sé bara lagi að gera það án umræðu. Það er mjög eðlilegt að það sé gert. Og að vera að vísa hér til þess að það hafi verið viðhöfð einhver slæm vinnubrögð hjá fyrri bæjarstjórnum kemur þessu máli bara ekkert við. Og ef að svo
hvers vegna það þá réttlætanlegt að gera það núna? Og þannig að ég bara spyr, hefði ekki verið eðlilegt að fjalla það í bæjarstjórn, að bæjarstjórn hefði tekið ákvörðun það að taka upp bæjarmála samþykkt, þar að segja að allir bæjarfulltrúar hefðu fengið að segja skoðun sín á því hvort það hefði átt að taka upp bæjarmála samþykkt, og hefði þá ekki líka verið eðlilegt að bæjarfulltrúum hefði verið gefin kostur á því að gera athugasemdir við bæjarmála samþykkt eða ræða þá þau atriði sem hefði verið eðlilegt að fara yfir. Líkt og verið að gera að einhverju leyti líkt og var þá gert að einhverju leyti á þessum vinnufundir sem bara gott og blessað. En vinnufundurinn, hann í raun og veru var of snemma og fyrir vinnufundin var búið að fá starfsmann til að fara yfir þetta án þess að, þannig að þetta snýst það. Þetta snýst ekkert það að það sé eitthvað slæmt að taka bæjarmálum samþykktin eða eitthvað slíkt. Ég ítreka að það bara hið besta mál að það sé verið að endurskoða bæjarmálum samþykktina og ég tel bara mjög eðlilegt að fyrst að það verið að gera það á annað borð þá sé það gert í heild sinni og ég vissi ekki að ef það verið að skoða bæjarmálasamþykkt að þá sé í lagi að gera það ef það bara verið að skoða ákveðna þætti í bæjarmálasamþykkt að þá sé hægt að gera það án umræðu og án staðfestingar bæjarstjórnar. Það einhverjar nýjar upplýsingar en það að minnsta kosti eðlilegt og ég sé ekkert því til fyrirstöðu að svona mál eins og úttektin á fiskiðunni að það sé bæjarstjórn sem að fjalla það og staðfesta áður en sem farið í svona vinnu af starfsmönnum út í bæ. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Njáll Ragnarsson, Forseti, hvar á ég eiginlega að byrja á að bregðast við þessum fíflagangi hérna? Ég bara segi ekki annað. Það er verið að koma hérna fyrir það fyrsta að þá er verið að koma hérna úttektin á fiskiðinu og ég reikna nú fastlega með því að við mögum búast þá við annarri kæru væntanlega til þá hérna hver svo sem verður sendur í það verkefni veit ég ekki en ég veit það hins vegar að það hefur komið fram í máli bæjarfulltrúana Hilda Sólveig Sigurðardóttir og Trausta Hjaltasonar og þau virðast nú vera mikið á móti því að það sé hróflað mikið við þessu og það kom verið fram í spjalli í bæjarráði hjá Hildi Sólveigu að það var í rauninni ekkert sem að þurfti að breyta. Staðreyndin sú að það er búið að gera athugasemdir við bæjarmálasamþykkt í Vestmannaeyja í mörg ár eftir ár. Þegar að vera að gefa út ársreikning Vestmannaeyjabæjar fundur með KPMG sem endurskoðandi bæjarins og þar hafa þessar athugasemdir komið fram aftur á þess að það hafi verið gert nokkuð við því. Það kannski það sem sorglegast í þessu máli. Að nú loksins farið að gera eitthvað í þessum málum, bregðast við þessum athugasemdum. Og ég fagnaði mjög vel og innilega hvað maður fann fyrir því þegar bæjarfulltrúinn Helga Kristín Kolbeins tók sæti í bæjarráði, hvað það var allt öðruvísi andrúmsloft, hvað það var hægt að eiga samskipti og mismunandi skoðanaskipti fram og tilbaka án þess að það væri þessi djöfulsins vitleysa sem alltaf einkennandi fyrir þá sem að sætja núna aðalfulltrúa í bæjarráði og þann sem satt á síðasta eða sem sagt fyrsta ár kjörtímabilsins. Ég velti fyrir mér hvort að Sjálfstæðisflokkurinn í Vestmannaeyjum sé að verða einhvers konar miðflokkur, að þetta sé einhvers konar tilefni til þess að búa til einhverja þráhyggju fyrir fólki eins og ágætum manni í þinginu. Vegna þess að hvað snýst þetta mál? Það er allir sammála að eiga að breyta bæjarmálasætinni en samt að vera að búa til einhver djöfulgang og úlfúð. Hvers slags vitleysa þetta að verða hérna? Og það er sjálfsagt að skoða þetta alltaf má gott bæta, kom fram í máli oddvita minnihlutans áðan og af hverju hefur þá ekki að bæta þetta? Það er verið að gera allt hérna til þess að hafa samskipti milli minnihluta og meirihluta sem best. Það hafa tekið aukafundur í síma með stjórnsýsluendurskoðanda sem að leggur þetta til. Þetta var rætt til kynningar í bæjarráði, síðan fer þetta aftur inn í bæjarráð, síðan kemur þetta hingað þar sem að bæjarráð að óska eftir því við bæjarstjórn að gerða verið breytingar. Óformlega spjallið þar sem að var ákveðið
að þegar að Trausti Hjaltason satt í bæjarráði og þá var tekið óformlegt spjall sem að hlýtur að vera hluti af pólitík að geta rætt málin á þess að þessi fært til fundagerðar, þar sem að var ákveðið að jú, við þurfum að bregðast við þessu, biðjum þennan endurskoðanda að gera tillögur að breytingum. Þetta var tekin óformlega ákvörðun, en núna kannast menn ekkert við það og það er alveg sorglegt hjá þessum miðflokki sem virðist sitja hérna í bæjarstjórn. Og ég á ekki til orð yfir vitleysuna hérna. Þetta er alveg skelfilega fjandsamlegt umhverfi sem við störfum í. Það virðast allir vera sammála um það. Og það að það sé ekki hægt að eiga tjáskipti öðruvísum að þau séu færð til fundagerðabókar er hrikalega sorglegt. Þetta Njáli Ragnarssoni fyrir vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið. Trausti Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar. Fá hér að bregðast við þessari ræðu hjá formanni bæjarráðs, Njáli Ragnarssoni, sem að talar að ég hafi verið með djöfulsins vitleysu í bæjarráði ítrekað og væri bara fínt að vita þá hvaða djöfulsins vitleysa það var, þar sem að mín upplifun á þeim fundum var ekki á þann veg, heldur höfum við bara átt fínt samstarf í bæjarráði og vissulega verið ósammála einhver mál, en ef að það djöfulsins vitleysa að vera ósammála einhver mál þá er það ekki nógu gott. Og ég kannski bara að forseti gerir hér athugasemdir við munnsöfnuð í púlti og ég upplifi ekki neitt fjandsamlegt umhverfi nema síður sé og tel að það sé bara búið að vera nokkuð gott og ég kannast ekki við að samskiptin séu á einhvern þann veg að þau séu á einhvern slaman máta. Hins vegar kannast ég nú kannski þykir með mig hvað samskiptin hafi verið lítil og upplýsingagjöfin afskaplega lítið milli bæjarfulltrúa og mætti laga það. Og sömuleiðis kannast ég ekki við það að hafa samþykkt að fela þessum stjórnsýslufulltrúa á einhverjum óformlegum fundi að fara í þessa vinnu og þar að leiðandi finnst mér bara að vera afskaplega sérstakt að koma hér og vitna í það og ég man ekki eftir því að ég er nú ekki alveg viss en ég held að sé ekki leyfilegt að vitna í það sem aðilar á fundum eru að segja líkt og var gert hér um Hildi Sólveigu og hér er talað að ég sé að hrista hausinn á fundinum á meðan aðrir eru upp í púltu og ég tek það á mig að vera að hrista hausinn hér en finnst það afskaplega sérstakt að bæjarstjóri skuli tala að ég sé að hrista hausinn þar sem hún ítrekað grípur fram í og Jesúsar sig alveg ítrekað þannig að það er þá skárra að hrista hausinn heldur en að vera að grípa fram í. Þakka Trausta Hjaltarssoni fyrir þetta. Ég beini því til bæjarfulltrúa að gæta orða sinna og jafnframt vil ég biðja bæjarfulltrúum að gæta því að þó að ég heimili þeim að koma hér upp í andsvar þá er það ætlast til þess að það sé stutt. Þannig að við reynum að hafa þennan fund svona sem markvissasan. En Íris Sólbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, allir ég byrja ekki bara að því að nota tækifærið og bera mig sakir. Ég hef ekki verið að Jesúsa mig hér á fundinum eða grípa fram í á þessum fundi og mér finnst þetta ekki smekklegt hjá bæjarfulltrúa Trausta Hjaltarssyni. Annað, bæjarfulltrúa Hildi Sólveigu Sigurðardóttir sagði áðan hún hefði ekki verið í bæjarstjórn þegar ég var að rekja hérna fyrirkomulagið og ég ætla líka að leiðrétta það sem haft var eftir mig hér. Ég sagði aldrei að þetta væru slæm vinnubrögð sem við höfum verið.
Ég sagði bara hvernig vinnubröðin hefur verið. Og 2014 er verið að gera þessar hérna breytingar, þennan texta á bæjarmálasamþykktinni sem að hluta til tæknilegar en þó pólitískar. Þar er Trausti Hjaltason bæjarfulltrúi. Þar er sama vinnulag við haft og núna. Og þessi, ég ætla bara að beðast afsökunar fyrirfram, þessi formperraháttur sem snýr svolítið í því að við erum sammála að gera þetta, við skulum gera þetta saman og bara gerum þetta, en sko þið hefðu sko ekki átt að gera þetta svona, þið áttu fyrst að gera þetta og að reyna að sleppa við umræðu í bæjarstjórn eins og kom hér fram áðan. Ég bara fyrirgefið, ég er ekki viss hvort að það var Hildur Sólveig eða Trausti sem sagði það, bæjarfulltrúar, að það væri verið að komast hjá umræðu. Bæjarmála samþykkt er bara eitthvað sem er algjört lykilgagn hjá bæjarfulltrúum og það er enginn, það dettur ekki nokkrum manni til hugar að komast fram hjá því hvernig á að gera það. Ástæða þetta fyrir því að þessi aðkeypta vinna sem að sko er mikill þyrnir í augum sjálfstæðismanna snýra því að þetta eru breytingar sem tengjast lögum og það kom nú fram hjá Sesselíu á þessum vinnufundi sem er líka þyrnir í augum einhverja að hvers vegna væri verið að leggja þetta til og það er bara ástæðan fyrir því að hún er beðin að gera þetta vegna þess að hún gerir athugasemdirnar, tillögur að breytingum. Það er eins og þetta sé bara búið að vinna einhverja breyting. Við eigum eftir alla okkar vinnu, bæjarfulltrúar í þessu. Og mér finnst sko óbáslegu munur á því þegar við erum að gera pólitíska breytingar á einhverju eða þú ert að gera tæknilega breytingar eins og gert var 2014. Það var í raun að vera að gera tæknilega breytingar, breyta orðalagi, laga til eitthvað sem hafði ekki verið í lagi og það kemur bara fyrir bæjarráð og inn í bæjarstjórn 2 umræður, eðlilega. Þetta eru breytingar sem engin pólitísku fulltrúi hefur komið að og ég veit að bæði Hildur Sólveig Sigurðardóttir bæjarfulltrúi og Helga Kristín Kolbeins urðu vitni að því þegar Angantýr Einarsson sem er starfar með okkur í bæjarráðinu lét vita hvernig vinnan fór yfir þessa vinnu. Þannig að ég skil ekki þessi læti vegna þess að við erum að gera þetta eins vel og við getum og þegar það kom upp að Helga Kristín Kolbeins bæjarfulltrúi lagði til að við færum í ítalegri breytingar þá bara hlustuðum við á þau rök og tókum undir það. Ég skil ekki þessi læti og þetta er eins og það sé óbáslegur vilji til þess að vera alltaf í einhverjum hamagangi og annað, Trausti kallar eftir því að það þyrfti að vera meiri samskipti. Það er nákvæmlega ástæðan fyrir því að samskiptin eru bara, hver er tilgangur með samskiptunum? Ef eitthvað sem er sagt óformlega er ekki sagt. Hver er þá tilgangur með því að ræða málin á milli hluta? Trausti Hjaltason kom hérna inn á það þýðir ekki að vitni eitthvað sem er ekki sagt og Hildur Sólveig Sigurðardóttir, hver er tilgangur með samskiptum á milli funda eins og bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson kom inn á áðan ef að við getum aldrei treyst því að fólk viðurkenni að hafa tekið þátt í samskiptunum eða kannast við þau. Við bara, en þetta, við skulum taka þetta mál upp úr skotgröfun. Reynum að vinna þetta mál almennilega. Eins og við erum að gera. Nú er að koma hérna tillaga frá bæjarráði að tvisa búið að fara með þetta inn í bæjarráð. Það kemur hér tillaga fyrir bæjarstjórn að taka ákvörðun, nota bene, að taka upp alla bæjarmálasamþykktina. Hún kemur á eftir. Alla. Ekki að skoða þessar tæknilegu breytingar. Og það er stór ákvörðun sem á að ræði bæjarstjórn áður en hún er tekin. Algjörlega sammála því. En í mínum huga er stór munur á því að gera tæknilega breytingar á bæjarmálasamþykkt eða gera pólitíska breytingar eða þá að taka upp allar greinarinnar. Og Helga Kristín Kolbeins er búin að leggja bara í hellingsvinnu við að skoða hverja einustu grein og koma með athugasemdir og hugmyndir við hverja einustu grein. Og það er veigamikil breyting og þess vegna eigum við að taka okkur góðan tíma í það og það liggur bara ekkert á. En tæknilega breytingar þær lúta öðrum lögmálum í mínum huga og mér finnst sérstaklega vegna þess að ég er náttúrulega búin að setja 1 ár í bæjarráði með Trausti Hjaltarsyni sérstaklega finnst mér að Trausti geti alveg hugsað tilbaka og spurt hvort að við getum og ég ætla ekki að koma því bara alls ekki að koma því bara á minnihluta að þau séu ómögulega í samskiptum
Við getum bara bætt okkur öll í samskiptum. En þá verðum við líka að geta byggt upp eitthvað traust. Ég held að það sé málið. Það er ekki traust á milli allra bæjarfulltrúa. Traust á því, þá er ekki að segja að fólk þurfa að vera sammála eins og var komið hérna inn á áðan, að það sé ómögulegt að fólk sé ekki sammála. Heldur snýst þetta það að það verður að gilda traust og geta treyst því ef þú segir eitthvað við eitthvað að hann kannast við það daginn eftir. Ég þakka Írisi Róbsdóttur fyrir þetta. Þegar fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta þá nú allmargir tekið til máls í annað sinn. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, hversu vel? Já, mér þykir mjög miður hvernig komið er fyrir þessu máli og hvernig fólk er að tala hér á þessum fundi. Mér finnst þetta ekki þessari samkomu til hvað ég að segja. Ég held að fólk geti ekki verið mjög stolt af því hvaða munnsöfnu það er að hafa hérna, hvaða sendingar það er að senda. Hvaða læti spyr bæjarstjóri. Ég get ekki annað séð en að það séu fyrst og fremst formaður bæjarráðs sem er hér með ofsafengin viðbrögð við því að við erum að koma með gagnrýni á hvers konar stjórnsýslu er hér, hvernig stjórnsýsla er hér við höfð. Eins og hefur komið fram að þá höfum við ekki haft neitt á móti því að fara í þessa endurskoðun, heldur viljum við gera það eftir réttum leiðum. Já, við viljum formperrast af því að það er hlutverk okkar að fara eftir reglum, fara eftir eðlilegri stjórnsýslu. Og ég ætla með leyfi forseta að fá að óska þess að það sé hér bókað að formaður bæjarráðs gerist sekur að brjóta siðareglur kjörinna fulltrúa þegar hann vitnar í meint orð undirritaðrar á við umræddum bæjarráðsfundi. Við fórum á síðasta fundi bæjarráðs yfir siðareglur kjörinna fulltrúa. Það er tekið skýrt fram að það skuli ekki vitnað í orð fulltrúa. Hvað þá það sé verið að gera það til þess að ljúga upp á það. Aldrei sagði ég að það hefði verið ekki þurft að breyta, þetta væri allt í lagi. Aldrei sagði ég slíkt. Það eru vissulega hlutir sem má gera betur í þessu í þessari bæjarmálasamþykkt og þar erum við ekki ósammála. Við erum ósammála verklaginu. Og fyrst að það er verið að tala hvað fór fram á þessum fundi, að þá ætla ég bara að opinbera það hér að þegar undirrituð lagði fram þessa bókun, þá fékk hún hótun frá meirihluta það að það yrði skert upplýsingaflæði þar sem að væri greinilega ekki nægilegt traust á milli fulltrúa. Skert upplýsingaflæði. Ég skil ekki hvernig það ætti að vera nokkuð skertara því að við fáum nánast ekki neitt að vita. Það sem fáum þó að vita, fáum að vita gegnum fjölmiðla. En ég ætla að taka það fram í algjörlega öllum tilvikum sem að okkur bæjarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins hefur í þau fáu tilvikum verið treyst fyrir trúnaðarupplýsingum, þá hefur það traust verið vel hægt að halda. Fyrir mér að þá finnst mér þessi afgreiðsla meirihlutans á þessu máli og þessi viðkvæmni gagnvart því að við viljum hafa hérna eðlilega og góða stjórnsýslu, mér finnst hún bara vægast sagt ömurleg. Takk fyrir. Þakka Hildur Sólveig Sigurðardóttur fyrir þetta. Ég var búinn að minnast á það áðan að biðja bæjarfulltrúum að gæta orða sinna. Það hefur jafnframt komið fram hér á fundinum að þó einhverjir geri eitthvað þá þarf ekki endilega að gera það líka. Þannig ég beini því aftur til allra bæjarfulltrúa að gæta orða sína. Ég hef ýmis úrræði til þess að takast á við þetta ef við náum nú ekki aðeins stjórn á fundinum. Þannig að skulum anda með nefinu. Það eru mörg mál eftir, þetta mál og eftir að koma aftur fyrir. Njáll Ragnarsson. Já, þú ætla að óska eftir að fá bera með sakir. Bera sem sakir, hversu vel? Forseti, ég skal hafa þetta örstutt. Það hefur verið bókað það hér að ég hafi vitnað í eitthvað sem var sagt og því framar logið. Og í sömu ræðu vitnar bæjarfulltrúinn Hildur Sólveig Sigurðardóttir í það sem ég á að hafa sagt. Sagði það ekki? Nú, sagði ekki formaður bæjarráðs. Við getum spólað tilbaka, sko. Þú sagðir formaður bæjarráðs.
Þannig að, þú veist, en ég held að lærdómurinn, við komumst alltaf ekkert áfram með þetta, Sjálfstæðismiðflokkurinn hérna ætlar að vera á móti þessu eins og svo mörgu öðru til þess að skapa hér einhverja þráhyggju. Ég mun óska eftir því við ritara fundargerðir að hann bóki það að þetta sé nú með þessum hætti. En ég held að lærdómurinn sem við drögum af þessari umræðu hér, forseti óskaði hér eftir því að við færum að halda með nefinu og ég skal gera það. Ég held að lærdómurinn sem við drögum af þessum fundi hér sé sá að því miður þá sé óformlegum samskiptum milli meiri og minnihluta lokið. Vegna þess að ef að það er ekki hægt að treysta því að það sem að sagt í dag að menn mun eftir því á morgun, að þá er lærdómurinn sá að við getum þá bara ekkert átt í slíkum samskiptum og samskiptið okkar fara þá fram á fundum, annarkvort í bæjarráði eða öðrum ráðum eða hér í bæjarstjórn. En það er stóri lærdómurinn því miður sem ég dreg að þessu máli. Því miður. Ég þakka Njáli Ragnarssoni fyrir. Það eru nú allflestir bæjarfulltrúar sem hafa tekið til máls tvisvar. Þannig að ég held að þetta sé að verða, allflestir, við erum þó nokkur eftir. Helga Kristín Kolbens, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, þetta er bara ansi kröftugt. En bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyja, hún ber þess merki og þó svo hún hafi verið endurskoðuð 2014, einhverjar greinar, ég er ekki búin að fara í gegnum þessa heimildavinnu eins og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir er búin að gera. Þannig að ég geri mér ekki grein fyrir því hvernig hún leit út áður, en hún ber þess alveg þess merki að það er alveg komið tími á hana. Og það er búið og við erum öll sammála það. Það sem að við erum ekki sammála og ég held að það sé bara kjarni málsins, er að vera haldin utan við ákvarðanir. Það er að vera í bæjarstjórn en fá bara að vera í svona hlutverki að samþykkja það sem einhver aðrir hafa gert. Og það getur verið bara ekkert voðalega skemmtilegt. Maður vill fá að taka þátt í málunum. Og ég tek undir það með bæjarstjóra að óformlegur fundur með Sesselju, sem ég þykir mjög leiðilegt að sé núna búið að leggja af, var mjög góður. Hún kom með mjög uppbyggilegar athugasemdir og bent okkur á hvað verið hægt að gera. Og það er líka mjög gott að fara yfir bæjarmálasamþykktina lið fyrir lið og skoða hvaða reglur við erum að setja okkur og hvernig við viljum að bæjarfélag okkur fungeri. Þannig ég held að það sé að gera þó svo óformlegum samskiptum sé lokið að þá þurfum við bara að búa til aukafunda. Þannig að það ætti að vera alveg hægt að græja það. En ég ætla að leggja fram bókun og það getur vel verið að hún sé allt og formleg og ekki svona mjög vinsæl að gera svona athugasemdir. En eins og ég byrjaði á, það finnst mér bara leiðinlegt að við séum ekki að taka ákvarðanir í bæjarstjórn. Þó bæjarráð sé vissulega mjög mikilvægt og geti tekið mjög margar ákvarðanir, að þá erum við nú einu sinni í bæjarstjórn og þannig við sem mótum hvernig bærin starfar. Og má ég hefja lesturinn, forseti. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka undir bókun bæjarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins og þykir miður að fulltrúar meirihlutans hafi farið fram úr sér. Hafi verk áður en ákvörðun hefur verið tekin framkvæmdina að hálfu bæjarstjórnar. Undirritaðir bæjarfulltrúar eru á engan hátt andvígir endurskoðuninni en gera athugasemdir við það verklag að endurskoðunin hafi hafist áður en málið kom til umfjöllunar í bæjarstjórn. Að hafist sé handa með aðkeyptri þjónustu sérfræðings án þess að fyrir liggi ákvörðun og samþykki bæjarstjórnar að fara í endurskoðunina.
Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins gera athugasemdir við að í bókun meirihlutans eru lagðar fram fullyrðingar en engin bæjarráðsfulltrúi Sjálfstæðisflokksins kannast við að óformlega hafi verið ákveðið í bæjarráði að fela stjórnsýslu endurskoðanda framganga málsins líkt og kveðið er á í bókun ráðsins. Fundir bæjarráðs og bókun slíkar ákvarðanir ætti að vera formlegar. Þá lýkur bókuninni. En ég vil bara enn og aftur ítreka að bæjarmálasamþykktin okkar, hún þarfnast endurskoðunar. Og takk. Ég þakka Helgu Kristínu Kolbeins fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls út í þessu lið? Ef svo er ekki, þá tökum við hann til atkvæða. Því bæjarfulltrúar sem eru því samþykki gefa atkvæðamerki. Það er allir bæjarfulltrúar 7 sem samþykja þetta. Þá förum við í lið nr. 2 undir þessum. Já. Bæjarfulltrúar. Láta fara til bókar hér með því að ég greiði hér atkvæði með þessum lið. Við þykir mjög miður að bæjarfulltrúinn Njáll Ragnarsson sem jafnframt formaður bæjarráðs skuli hafa lýst því yfir á fundinum að óformlegum samskiptum milli meiri og minnihluta sé lokið. Samskipti og samtal milli bæjarfulltrúa er afar mikilvægur þáttur fyrir bæjarfélagið. Ég myndi ekki að segja það. Þetta er ekki atkvæðaskipti. Þetta er ekki útskýring á atkvæðinu, sko. Skil ég rétt að varst að leggja fram bókun? Já. Þú varst að útskýra þú ætlar að gera grein fyrir atkvæðinu, af hverju og greiddi með, en leggur fram bókun. Ok, það held ég að hafi nú verið gert einhvern tímann áður, en það er nú ekki ætlast til þess að það sé verið að leggja bókanir undir því, allavega eins og ég skil samþykktirnar, að koma bæjarfulltrúar hér upp og gera einfaldlega grein fyrir atkvæði sínum, en þeir geta sjálfsögðu lagt fram ýmsar bókanir og hvort það gerir á þessum stað eða þeir geta gert það líka eins og áður. Þannig að við látum þetta standa að sinni, en ég held að það sé ágætt að við reynum samt að halda okkur við það að bóka bara beint undir og bæjarfulltrúar komi hér svo þá gerir bara munnlega grein fyrir atkvæði sínu, en ekki leggja fram bókanir aftur. Ég ætla að beini því til bæjarfulltrúa að við reynum að viðhafa því verklagi. Íris Róbertsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég samþykkti þennan lið af því ég tel verklagi gott. Annað, mig langar að gera athugasemd við það að þegar bæjarfulltrúar koma hér upp þá væntanlega þurfa þeir að tengja það sem þeir eru að bóka við atkvæði sitt. Ég sé ekki hvernig þessi bókun tengist atkvæði viðkomandi bæjarfulltrúa. Er hann að greiða atkvæði með þessu vegna þess sem hann Njáll sagði, eða ég skil ekki þessa bókun hvernig hún tengist atkvæða greiðslunni öðruvísi en þegar þetta hefur verið gert áður, að var þegar við vorum með fundagerð frá fræðsluráði, þá tengdist það klárlega liðnum sem að tala. Þannig að þetta er mjög sérstakt ef forseti ætlar að láta þetta standa. Ég legg til að við gerum bara örstutt fundarhlé. Það er að sjálfsögðu rétt sem að bæjarfulltrúi Íris Róbertsdóttir kemur inn á og fundarstjóra eða forseta bæjarstjórnar er
ég lofa lagt að hafna slíkum athugasemdum og ég ætla að fara yfir með bæjarfulltrúum líka varðandi það að þeir eiga bókað málefni, þetta alveg hárrétt. Þannig ég held við þurfum aðeins að stilla okkar af og ég held að sé ágætt að við gerum stuttfundarhlé og höldum svo áfram.
Ég segi hér fund aftur settan 1925 þar sem að við höfum lokið við lið númer 1 í fundagerð bæjarráðs þar fundu 3105 þar sem að Trausti Hjaltason hefur lagt fram bókun og hún hefur verið færð til bókar. En ég hef jafnframt ítrekað við bæjarfulltrúum að við gerum það áður við að lokum málefnum og bið bæjarfulltrúum að virða það. Þannig að við förum undir lið nr. 2 umræðum samgöngumál liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Það var minnihluti sem bað þessa umræðu. Ekki satt? Jú. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, þessu vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Já, flugsamgöngurnar, það er vissulega blikur á lofti í flugsamgöngum og það var síðast fundur núna í morgun í samgöngunefnd þar sem har verið að ræða meðal annars alvarlega stöðu innanlandsflugs og sem á vissulega verulega undir högg að sækja, ekki bara í Vestmannaeyjum en víða land. Og það er nauðsynlegt að halda uppi þrátt fyrir að hér hafi sjósamgöngur aukist stórkostlega með aukinni tíðni og haft að því leyti áhrif á til dæmis flugsamgöngurnar að þá skiptir það samfélagið okkar gríðarlega miklu máli að hér sé haldið uppi öflugum flugsamgöngum. Það skiptir atvinnulífið okkar miklu máli, það skiptir lífsgæði íbúa að finnum að það skjótast á 20 mínútum yfir til höfuðborgarinnar eru gríðarleg þægindi og svo að maður tali nú ekki varðandi heilbrigðisþjónustuna. Það er náttúrulega gríðarlega mikilvægt að fólk sem þarf að sækja sér þá heilbrigðisþjónustu sem er ekki í boði hér að það getur sótt endurgreiðslu til dæmis af flugfargjöldum til þess að sækja hana til höfuðborgarsvæðisins þar sem henni er ekki við komið hér. Og við þurfum að halda uppi öllum mögulegum vörnum hvað þetta varðar og legg ég fram í því ljósi eftirfarandi bókun. Alvarleg staða er uppi í flugsamgöngum við Vestmannaeyjar. Fækkun ferða með flugi veldur skerðingu á samgöngum og þar með lífsgæðum bæjarbúa. En flugsamgöngur eru mikilvægur ferðamáti meðal annars fyrir atvinnulíf og lífsgæði íbúa. Með bættum samgöngum á sjó og aukinni ferðatíðni nýs rekstraraðila Herjólfs verður samkeppnisstaða flugsins í Vestmannaeyjum erfiðari. Á landsvísu hefur fjöldi flugfarþega í innanlandsflugi á sama hátt aldrei verið minni en nú. Erfitt rekstrarumhverfi, háar álögur, mikilvægur en dýr eftirlitsiðnaður og fleiri þættir valda því að sjaldan eða aldrei hafa rekstraraðstæður flugrekstraraðila verið jafn tvísýnar. Að ósk Vilhjálms Árnasonar þingmanns fundaði umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis í morgun vegna þeirra aðstæðna sem uppi eru í innanlandsflugi. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra með að funda með samgönguráðherra og forsvarsmönnum Ernis flugfélags til að ræða þá alvarlegu stöðu sem upp er komin. Og þetta er bókun tillaga sem við viljum leggja fram. Takk fyrir. Þakka Hildur Sólveigu Sigurðardóttir fyrir þetta. Mér getur orðið á eins og öllum og mér verður það aftur hér á í að hoppa hér yfir að lesa upp það sem framfór í ráðinu og ætla að gera það þá örstutt. Bæjarstjóri upplýsti bæjarráð áform flugfélagsins Ernis sem að fækka flugförum til og frá Vestmannaeyjum frá 1. september næstkomandi. Sömuleiðis ræddi bæjarráð fyrstu daga nýs Herjólfs í siglingum á milli lands og eyja. Niðurstaða bæjarráð lýsir áhyggjum með áform flugfélagsins Ernis sem fækkun flugferða milli lands og eyja. Flugið er mikilvægur þáttur í samgöngum við Vestmannaeyjar. Bæjarráð fagnar því að nýr Herjólfur sé kominn í áætlunarsiglingar. Ánægjulegt að Herjólfur ohf. Skuli hafa brugðist við með aukinni eftirspurn og sett inn aukaferðir með Herjólfi 3 í kringum þjóðvöll. Vilja fleiri ræða þennan lið? Íris Ópsdóttir, hversu vel?
Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Flugið skiptir okkur ofboðslega miklu máli, ekki bara okkur sem íbúa og atvinnulífið og allt í kring, heldur skiptir starfsemin á flugvöllunum okkur gríðarlega miklu máli vegna þess að eins og staðan núna í varðandi heilbrigðismálin í Vestmannaeyjum að þá erum við gríðarlega háð því að hér sé góð aðstaða á flugvöllunum út á sjúkraflugi. Og svo liggja við ákveðin tækifæri í ferðaþjónustu í gegnum flugvöllin, þess vegna er mikilvægt að gæta þess að starfsemi flugvallarins sé ekki skert, þó svo að það séu blikur á lofti núna, varðandi áætlun Ernir eins og kom fram hér í lestri forseta á afgreiðslu bæjarráðs. Ég hafði haft veður af því að Isavia ætlaði sér að reyna að fækka stöðugildum í flugvallinum í Vestmannaeyjum, en ég búin að eiga nokkur samtöl og fékk það svo staðfesting í tölvupósti eftir að hafa rætt við Ingólf Gissurason, flugvallarstjóra í Vestmannaeyjum, eins og hann titlaður, hann er yfir suðursvæðinu hjá Isavia, að þeir hafa engin áform slíkt, þeir eru í viðræðum vegna þess að hætti einn aðili hjá þeim, þannig það var eitt stöðugildi sem var auglýst og svo var verið að ræða það vitt og breitt á kaffistofum í bænum að þeir ætluðu sér að geta ráði í þetta, þannig ég talaði bara við hann og hann segir að þeir séu að því, það hafi fimm aðilar sótt og þeir séu búin að vera í viðtölum og munu liggja fyrir á næstu dögum hvernig ráði verið í stöðuna. En það kemur alltaf og það kemur að því að þeir munu samt ræða við okkur ef að þeir skoða breytingar á flugvöllinum í Vestmannaeyjum. Þannig við erum alltaf með það yfir okkur líka. Þó svo að það sé flogið hérna, þó það yrði 2 á dag, þá hefur fækkun farþega, færri lendingar, áhrif á tekjur Isavia á flugvellinum. Og þar liggur ákveðin vandi. Skoska leiðin er góð og gild og bara mjög gott, en það liggur fyrir samþykkt Alþingis á skosku leiðinni. Og það liggur fyrir og kom inn í, eins og við bókuðum nú í seinna á næsta bæjarráðsfundi á eftir þessum, að þá bókuðum við nú það að það kemur fram í áliti meirihluta í samgöngunefnd, umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis að þetta verður að taka gildi ekki seinna áramót og þá snýr þetta að auðvitað okkur að við getum keypt á lægra fargjaldi ákveðin fjölda leggjum og þetta snýr líka að því að flugfélögin sjálf eru þá ekki að niðurgreiða þessi svokölluðu verkalýðsfjárgjöld vegna þess að það er ekki verkalýðsfélögin sem eru að borga niður, heldur eru verkalýðsfélögin að kaupa gríðarlegt magn og fá afslátt af því þeir eru að leggja út háar fjárhæðir til þess að kaupa þetta og þar af leiðandi fá flugfélögin inn til sín háar fjárhæðir. En ef að þessi breyting yrði gerð þá er í rauninni flugið að fá flugfélögin sjálf að fá þessa peninga. Þurfa ekki að vera að veita afsláttin sem þeir eru að gera í dag. Þannig það er jákvætt fyrir þau, en svo komum við að hinum þættinum sem það er gríðarlega dýrt að reka flugfélag og við erum með flugið í samkeppni við hinar svokölluðu almenningssamgöngur sem eru strætó og rútuferðir og ýmislegt og ferjusiglingar. Þetta er allt í rauninni niðurgreitt af ríkinu. En flugleiðin hingað og flugleiðin ef við tökum Ernir og flugleiðin á Húsavík er ekki niðurgreitt af ríkinu. Þannig kannski þarf bara talsvert meira að koma til en skoska leiðin. Og ég talaði nú áttu samtal við Vilhjálm í dag þetta og hann var ágætlega ánægður með þennan fund. En það er samt rosa margt í pípunum, í fluginu og til dæmis eins og við höfum líka tekið þessi grænbókar, þessi drög að hvítbók sem heitir grænbók þá meðan það eru drög. Það er margt mjög athugavert í þeirri og það er mjög sérstakt þessar tillögur sem koma þar fram og manni finnst einhvern veginn eins og sé ekki verið að taka þessum vanda flugsins út á landi og ýmislegt annað sem upp á vandar og ákveðnar sem verið að taka að flytja þetta til og frá og þess að tala við kóngni prest. Þannig að ég held að vandi flugsins sé bara mjög mikill, mjög stór og við þurfum bara virkilega að vera á tánum og hafa áhyggjur. Eins hrifin og ég hef verið af þessari skosku leið og hún hentar almenningi mjög vel að það þarf bara meira að koma til þess að flugfélögin geti haldið áfram. En eins og staðan er núna og ég get bara upplýst að því það var hér í bókun sem að minnihlutinn var að leggja fram að biðja mig að funda mér á þegar þetta þá ræddi ég flugið við hann á fundi sem mér fara yfir hér á eftir. Þannig að ég nota tíma bara þá að því ég ætla að fara þá í heildin yfir samgöngunar og tek fundin þar fyrir ég hans yfir það.
Þakka Írisi Rópsdóttur fyrir, vilja fleiri bæjarfulltrúar að ræða þennan lið. Trausti Hjaltason. Forseti bæjarfulltrúar. Ánægilegt að þessi liður skuli vera hér til umræðu. Flugið okkur afar mikilvægt, við sem búum hér á eyju, og maður bindur auðvitað vonir við að skoska leiðin muni verða einhver bragarbót og að fargjöldin muni lækka og þar af leiðandi muni fleiri farþegar sjá sér fært að fljúga og að það geti orðið hér fleiri lendingar sem að vissulega hefur farið fækkandi í gegnum árin og fleiri lendingar þýðir þá meiri gjöld fyrir Isavia og meiri líkur á því að flugi haldi stalli. Ég sótti fund eins og að bara ég held allir bæjarfulltrúar þar sem að var verið að kynna skosku leiðina. Ég skildi það þannig að endilega bara aðrir bæjarfulltrúar leiðrétta mig ef ég misskilið þetta, að niðurgreiðslan myndi ekki fara til flugfélagana sjálfra heldur farþegana, þar að segja farþegana myndi bara kaupa sér ódýrasta miðan, alveg sama í raun og veru hversu ódýr hann og myndi síðan fá helminginn greiddan niður, og þetta væri 4 ferðir fram og tilbaka ári sem viðkomandi íbúi geti nýtt sér, og þar lendi myndi ekki skipta máli hvort það myndi fá þetta á afsláttarkjörum eða ekki, og það væri í raun og veru farþeginn sjálfur sem að fengi afsláttinn en ekki flugfélagið. Og ég lendilega sé leiðréttur ef ég að fara með rangt mál, en svona var þetta, ég skildi kynninguna þannig. Þannig að og varðandi fyrst að það er hér aðeins búið að ræða þessa grænbók í fluginu sem að hefur verið send bæjarfulltrúum til kynningar og bæjarfulltrúum gefst tækifæri á að gera athugasemd við, þá er afar sérstakt að það skuli ekki vera minnst einu orði á sjúkraflug í þeirri skýrslu sem okkar auðvitað afar mikilvægt og er auðvitað stór þáttur hér af fluginu. Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir, vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta annan lið. Hvort var það til með? Ég veit ekki hvort var þetta til að bókun sem var hérna. Það var lögð fram bókun, eins og ég tók því, það rétt? Þetta verður þá að vera annað til eða bókun, það er svo sem ekki flókið. Þetta afgreiðsla til að niðurstaða í bókum, þetta afgreiðsla til að. Ef þessi tillaga þá vantarlega bara greiðum atkvæði hana. Já, er öll rámsam tillaga? Já, Allur inngangurinn líka. Það getur nú ekki við. Ég get alveg klippt í tvennt og enda síðustu málskrifna sem ég Það hefur komið þarna fram að bæjarstjóri búinn að vera á það hárrétt líka, en ekki rétt að greina þetta. Til þess að taka af allan vafa þá kem ég hér aftur og les upp bókunina sem ég skal svo skipta í tvennt. Bókunin þá eftirfarandi máta. Alvarleg staða uppi í flugsamgöngum í Vestmannaeyjar. Fækkun ferða með flugi veldur skerðingu á samgöngum og þar með lífsgæðum bæjarbúa, en flugsamgöngur eru mikilvægur ferðamáti meðal annars fyrir atvinnulíf og lífsgæði íbúa. Með bættum samgöngum á sjó og aukinni ferðatíðni nýs rekstraraðila Herjólfs verður samkeppnisstaða flugsins í Vestmannaeyjum erfiðari. Á landsvísu hefur fjöldi flugfarþega í innanlandsflugi á sama hátt aldrei verið minni en nú. Erfitt rekstrarumhverfi, háar álögur, mikilvægur en dýr eftirlitsiðnaður og fleiri þættir valda því að sjaldan eða aldrei hafa rekstraraðstæður flugrekstraraðila verið jafn tvísýnar. Að ósk Vilhjálms Árnasonar þingmanns funda umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis í morgun vegna þeirra aðstæðna sem uppi eru í innanlandsflugi. Þetta þá
bókun og þá kemur tillagan sem er á eftirfarandi máta. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra að funda með samgönguráðherra og forsvarsmönnum Ernis flugfélags til að ræða þá alvarlegu stöðu sem upp er komin. Þetta er nokkuð skýrt í mínum huga. Vilja bæjarfulltrúar taka til máls áður en tökum þessa tillögu til atkvæðagreiðslu. Í mínum huga er bæjarfulltrúi búinn að upplýsa að hann hefur átt þetta samtal. Þannig að ég get ekki alveg séð. Það er náttúrulega verið óskar til fundi, ég get ekki ákveðið, ef ég ætti bara að hitta ráðherra það er öðruvísi, en ég er að beða ráðherra að hitta hvern annan, það þarf þá að vera óskar til fundi ef við erum ekki samþykkt. Þá hefur þessar tillögu verið breytt í að óska þá eftir fundi, þannig að þá verður þá fundið aftur málið. Við erum sammála það. Þá skulum við greiða atkvæði þessa tillögu að bæjarstjóri óska eftir fundi. Það er þá samþykkt og bókunin liggur fyrir. Vilja fleiri ræða þennan lið nummer 2? Ef svo er ekki, þá bara greiðum við þessum lið atkvæði okkar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykkir gefa atkvæðamerki. Þannig að þetta er samþykkt. Þá förum við í lið nummer 9. Það er Eyjasund frá Eiðinu til Landeyjasands liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta hljómar þannig: þann 23. júlí síðastliðinn vann Sigrún Þuríður Geirsdóttir það afrek fiskkvenna að synda svokallað Eyjasund frá Vestmannaeyjum til Landeyjasands. Það tók Sigrúnu Þuríði 4,5 klukkustund að þreyta sundið. Í tengslu við þetta afrek Sigrúnar Þuríðar og í tilefni af 100 ára afmæli Vestmannaeyjabæjar barst bæjarráði tillaga frá Jóhannesi Jónssyni sem leggur til að Vestmannaeyjabæjar láti útbúa sérstakan Eyjasundsbikar þar sem framkoma nöfn þeirra sem þreytt hafa umrætt sund. Fyrirmynd bikarsins er Drangaeyjasundsbikarinn sem varðveittur er hjá ISÍ. Eyjasundsbikarinn yrði til dæmis varðveittur í sundlaug Vestmannaeyjabæjar og sundmennirnir fengju fallegt viðurkenningaskjal þegar þeir hafa lokið sundi og nafn þeirra skráð á bikarinn. Eyjasundið er töluvert lengra en Drangaeyjasundið og verðskuldar því að það sé sett á ákveðinn stað. Niðurstaða: bæjarráð óskar Sigrúnu Þuríði Geirsdóttur til hamingju með frábært sund. Bæjarráð tekur heilshugar undir tillögu Jóhannesar og felur forstöðumanni íþróttamiðstöðvarinnar framgang málsins í samráði við æskulýðs, tómstundar og íþróttafulltrúa bæjarins. Vilja bæjarfulltrúar ræða þetta? Íris Óbjörnsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Það er áhugavert þegar okkur í pólitíkinni eru sendar svona skemmtilegar og frambærilegar tillögur sem gaman er að geta látið raungerast og það fylgdi með þessu skemmtileg greinargerð alla þá sem hafa synt. Hún er fyrsta konan og 5. aðilinn sem syndir og syndir þetta sund. Þeir fyrstu, þetta var fyrst synt 1959, það var fyrst skipti sem hann Eyjólfur Jónsson, hann synti þetta sund þá og Eyjólfur og Axel sem var sá sem synti þetta í annars skipti sem var 61, þeir eru látnir, aðrir eru á lífi og forstöðumaður íþróttamiðstöðvarinnar er búinn að vera mjög áhugasamur þetta verkefni og er komin á fullt í útfærslu á því, ætlar að koma sér fyrir í skáp upp í íþróttahúsi og er farin í að vinna í viðurkenningaskólunum og öðru sem að bæjarráð fólunum. Þar sem það er fullnaður afgreiðsla í bæjarráði, þar sem allir voru sammála, þá fór verkefnið á stað. Og hann er því sem þekkið forstöðumann íþróttamiðstöðvar vita hann er fullur af hugmyndum, þannig að þetta verður örugglega mjög skemmtileg útfærsla hjá honum. Og hann er mikið að pæla í hvernig gripurinn er og hvernig hann á að vera, hvort hann ekki vera bikar og ekki bikar. Þannig ég hlakka til, ég vildi bara vekja athygli á því og ég ljósi þess að fyrir suma út á við þá virkar náttúrulega allt það sem er hérna á þessum bæjarstjórnarfundum eins og ég veit ekki hvað. Þannig það er mjög jákvætt að taka upp þessi mál sem eru líka góð og þó þau séu ekki stór þá er þetta svolítið svona
Já, þetta er svona pínu stolt. Þetta er hérna, eins og kom fram í póstunum, frá honum Jóhannes, þá er sko Eyjasundi mun lengra en Drangeyjarsundið og það má eiginlega halda því fram að Eyjasundi sé svona drottning íslenskra sjósunda, þetta er lengsta leiðin og verðskuldar að bara hans mati og okkar sem vorum í bæjaráðs að vera sett á sama stall af því það er mikið talað Drangeyjarsundi og svolítið ljómi við því. Þannig nú ætlum við að henda okkur út í þetta. Forstöðumaðurinn hafa sett mestar áhyggjur af því að það færi alltaf margir að synda þetta en þetta er nú það langt að ég held að hver sem getur nú ekki hent sér í sjóinn og syndi þetta. En með leyfi forseta ætla ég að lesa upp bókun. Bæjarstjórn tekur undir bókun bæjarráðs og fagnar þeirri hugmynd að gera eigi Eyjasundsleiðinni og þeim sem hana synda hátt undir höfði. Þetta sjósund er það lengsta sinna tegundar í Ísland og mikilvægt að halda utan upplýsingar það og fagna öllum þeim sem leiðina synda. Þakka Írisi Rópsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Svo ekki. Þá tökum við hann til atkvæða. Þeir bæjarfulltrúar sem eru samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Það eru liðið 3 til 8 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er jafnframt 7 bæjarfulltrúar. Þá förum við í lið 6 í fundaboði. Það er umhverfis- og skipulagsráð Vestmannaeyja, fundur númer 310. Það er liður 1, deiliskipulag og athafnasvæði AT3 við flugvöll liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta er bókað í ráðinu. Skipulagsgögn lögð fram til kynningar á vinnslustigi. Skipulagstillagan er unnin af skipulagshönnun Alta EHF fyrir Vestmannaeyjabæ. Skipulagi er fyrir fyrsta áfanga deiliskipulags á athafnasvæði AT3 við flugvöll. Skipulagslýsing var auglýst og kynnt fyrir umsagnaraðilum á tímabilinu 1. apríl til 27. apríl 2019. Niðurstaða lagt fram. Það hefur óskað eftir umræðan þennan lið. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já. Kannski bara ágætt fyrst að formaður ráðsins hérna að væri gott að fá svona bara aðeins ítarlegri upplýsingar og til að mynda hvort að það liggi fyrir kannski kostnaður á hvoru svæðinu fyrir sig. Af hverju þetta er ekki allt tekið í rauninni í heild sinni og kannski svona hvað hafi sérstaklega verið til af hverju er ákveðið að fara af stað í þennan hluta og þá hvort að kannski formaður eigi von á einhverjum sérstökum ábendingum eða hafi fengið einhverja athugasemdir og þá er náttúrulega kannski helst að horfa til eins og Isavia eða annarra aðilega tengda flugvellinum. Þannig að það er kannski þær upplýsingar sem ég er að óska eftir hér. Takk. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið númer 1? Jóna Sigríður Grímsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar. Ég ætla bara aðeins að reifa þetta mál. Á fundi umhverfis- og skipulagsráðs þann 11. mars var tekið fyrir lýsing deiliskipulagsins og á bæjarstjórnarfundi þann 28. mars samþykkti bæjarstjórn að senda skipulagslýsingu til umsagnar Skipulagsstofnunar og annarra umsagnaraðila án athugasemda. Ég fór yfir pontu á bæjarstjórnarfundinum þann 28. mars og fór yfir niðurstöður ráðsins. Þar fór ég yfir þann mikla kostnað sem fylgir deiliskipulaginu vegna gatnaframkvæmda og fleira, en sá kostnaður liggur ekki reynda fyrir. Og þess vegna var ákveðið að áfangaskipta deiliskipulagsgerðinni og byrja á svæðinu vestan Dalavegar. Á því svæði verður minna jarðrask sem þýðir minni kostnað en á svæðinu austan megin við Dalaveg. Og ástæðan fyrir því líka að það var ákveðið að fara þeim en það var ekki bara þetta jarðrask heldur það svæði í notkun. Þar er Dalabúið með hesthúsum, útihúsum og ásamt beitilandi og fleira.
Einnig er svæðið vestanmegin við Dalaveg töluvert lægra en svæðið austanmegin sem þýðir að húsin vestanmegin verða ekki eins hárreist. Það er mikil eftirspurn eftir slíkum lóðum og engar lausar lóðir. Þess vegna er mikilvægt að staldra ekki við og halda áfram. Við hljótum öll að vera saman það. Kostnaðurinn, já, við erum í rauninni bara á frumstigi í þessu máli. Það er alltaf að skila okkur inn gögnum með hugmyndum sem bara, við erum að láta vinna betur, við vorum ekki alveg nógu sátt við þær. Nú eru þessi 5 mánuði liðnir í þessari vinnu og náttúrulega alltaf búin að vera að vinna allan að tíma að þessu. Það var eitthvað meira sem þú varst að spyrja af hverju þetta svæði var valið og kostnaðinn. Það er eitthvað meira sem ég ætti að reifa. Já, með athugasemdir. Það eru ekki komnar neinar athugasemdir enn. Og við eigum ekki, Ísafía var svona sá aðili sem vorum helst að horfa til. Þannig að við erum allavega ekki enn búin að fá neitt frá þeim. En eins og ég segi, þetta er í rauninni þó að sé 5 mánuði liðnir, þá er þetta svona að koma í hendurnar á okkur og starfsmönnum bæjarins, þannig að við erum svona að taka þetta yfir og fara yfir þetta núna. Takk að Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þennan lið? Svo er ekki. Þá greiðum við atkvæði þennan lið. Þeir bæjarfulltrúar sem verður því samþykki gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Það eru liðir 2 til 8 sem liggja fyrir til staðfestingar. Þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir gefa atkvæðamerki. Það er jafnframt 7. Þá förum við í lið númer 7 í fundabúði bæjarstjórnar. Það er fundargerð bæjarráðs Vestmannaeyja, fundur 3106. Það er liður 1. Breytingar á bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar. Bæjarráð átti þann 12. ágúst síðastliðinn vinnufund með Sesselíu Árnadóttur, stjórnsýslu endurskoðanda Vestmannaeyjabæjar, þar sem farið var yfir þær ábendingar sem hún hefði gert við bæjarmálasamþykktina, sem síðast var breytt 2014. Ákveðið var á þeim fundi að vinna áfram að breytingum og jafnframt að fara í frekari breytingar á bæjarmálasamþykktinni, það er að fara ofan í gegnum allar greinar hennar. Niðurstaðan: bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að samþykkja að fara í endurskoðun á bæjarmálasamþykktinni í samræmi við tillögu bæjarráðs vinnulag. Það var bæði óskaði til umræðu og meira á minnihluta Njáll Ragnarsson. Það ég verið þetta. Það er rangt. Nei, það er alveg horrétt hjá þér. Það var þetta hér. Forseti, þegar við heldum að þessi fundur geti gjörið skemmtilegri, þá fáum við þetta mál. Núna kannski verður það aðeins léttari nótum. En ég held að sé nú búið að segja allt um þetta mál sem að segja þarf, þannig að ég ætla ekki að vera að lengja mál mitt hér að óþörfu, en mér langaði samt með leyfi forseta að fá að lesa upp smá texta sem ég óska eftir að fá fært til bókar, og hann er svo hljóðandi. Við stjórnsýslu endurskoðun síðasta vor á starfsemi Vestmannaeyjabæjar fyrir árið 2018 komu fram athugasemdir frá Sesselíu Árnadóttur, stjórnsýslu endurskoðanda Vestmannaeyjabæjar, ákveðnar greinar í bæjarmálasamþykkt Vestmannaeyjabæjar, það er að segja samþykkt stjórn og fundasköp Vestmannaeyjabæjar nr. 561 frá 2013, samanber samþykkt nr. 334 frá 2014 sem þyrfti að uppfæra og leiðrétta. Framhaldinu var óformlega rætt og ákveðið í bæjarráði að fela Sesselíu að leggja fram tillögur að breytingum á samþykktinni sem hún taldi nauðsynlegar. Umræddar tillögur hafa tvívegis verið lagðar fyrir bæjarráð. Eftir fund ráðsins þann 30. júlí síðastliðinn, þar sem breytingarnar voru lagðar fram, funduðu fulltrúar bæjarráðs með Sesselíu og lagði fulltrúi Sjálfstæðisflokksins til að farið yrði í ítarlegri breytingar eða lagfæringar á bæjarmálasamþykktinni en Sesselía hafði áður lagt til. Málið var síðan afturlagt fyrir bæjarráð þann 20. ágúst síðastliðinn og lagði bæjarráð þar til við bæjarstjórn að samþykkja að fara í endurskoðun á bæjarmálasamþykktinni
í samræmi við tillögur bæjarráðs þar það er að taka fyrir tillögur stjórnsýslu endurskoðanda bæjarins auk óska fulltrúa minnihlutans frekari breytingar á samþykktinni í heild sinni. Gott samráð og breið samvinna fulltrúa meirihluta og minnihluta í bæjarráði hefur einkennt þessa vinnu fram til þessa og verður það vonandi áfram. Ég held að það, eins og ég sagði, ég ætla ekki að vera að tefja fundinn mikið meira en með þessu, en ég held að það sé hér og það er náttúrulega það sem að bæjarráð er að óska eftir við bæjarstjórn, að við tökum þá upp það að breyta þessari samþykkt, bæði hvað varðar þessar athugasemdir sem hafa komið fram frá endurskoðanda sem og aðrar athugasemdir sem hafa komið fram og eru góðar og gildar, gerir ég ráð fyrir. Þannig að þetta er það sem að bæjarráð er að leggja til við bæjarstjórn og óska eftir að fá samþykki fyrir því hér. Þakka Njáli Ragnarssoni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að taka til máls út í þessu lið? Það held ég geti tekið undir með Njáli að hafa komið held ég allflest sjónarmið í þessu. Er listinn tæmdur? Hér hefur fulltrúi minnihlutans óskað eftir að koma upp. Er að skýrast hvort að þið ætlaði að koma upp eða ekki? Já. Er það Trausti Hjaltason? Við ætlum að koma upp en við erum að klára hérna smá búrum. Það er að klára. Já. Það er spurning hvort einhverjir bæjarfulltrúar vilji nýta tækifærið og taka til máls meðan þessi bók. Ég satt eitt fund í bæjarráði þar sem að þetta málefni var til umræðu og ég get tekið undir það sem að kom hér fram fyrir á fundunum að Helga Kristín Kolbens bæjarfulltrúi satt þann fund og ég held við höfum átt bara alveg ágætis umræður og skoðanaskipti á þeim fundi þó svo að hér hafi kannski ýmislegt gengið á. En það er spurning hvað á að teygja hér mikið lopan, þetta hlýtur að... Það er forsetað að ákveða. Já, það er hárrétt. Það er reynt töluvert á forsetan á þessum fundi. Og það verður bara einhvern veginn að... Það verður einhvern veginn að komast í gegnum það. En... eins og ég segi, ég held að það sé fullt tilefni til að skoða þessa bæjarmála samþykkt og ég allavega fæ nú kannski ekki að segja mikið þannig að ég get nú nýtt tíma þá núna að brúa bilið meðan þessi bókun kemur fram en ég get allavega votta það í heyranda hljóði að það var farið yfir þessi atrið þegar við fórum yfir ársreikninginn og þetta er ásamt ýmsu öðru sem kemur fram þannig að ég held að það sé fullkomlega eðlilegt að fara yfir ýmsar breytingar. Það kom jafnframt fram hérna fyrir á fundunum í tali Trausta Hjaltasonar að jafnvel þyrfti bara að fara yfir hann í heild sinni og það er gott og gilt líka. Kannski bara fullt tilefni til þess að taka hana upp í heild sinni, ekki eingöngu það sem að stjórnsýslu endurskoðandi bæjarins Cecilia hefur
komið með, en eins og áður segir, þetta fylgir endurskoðunni og bið bæjarfulltrúum að taka tillit til þess. En það er tækifæri örstutt að koma hér og henda í eina bókun og svo klárum við fundinn vonandi. Nei, ég er góður. Gjör svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, ætla að vera bara stuttorður. Við leggjum hér bara fram stuttabókun sem að hljóðar svo: bæjarmál var samþykkt þarna endurskoðunar, punktur. Málið er komið í réttan farveg og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru fullir tilhlökkunar og takast á við þá vinnu. Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Íris Róbertsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég vil bara lýsa ánægju minni með þessa bók. Ég held að hún sé góð og góð fyrir málið og framhaldið á því og gerur okkur vonandi kleift að geta unnið þetta mál með þeim hætti sem að andinn var á síðasta bæjarráðsfundi. En ég ætla að leggja fram bókun fyrir hönd okkar í meirihlutanum. Það er einlægur vilji meirihluta bæjarstjórnar að eiga í sem bestum samskiptum við minnihluta bæjarstjórnar. Því miður hefur andrúmsloftið í samskiptunum ekki verið nógu gott. Ýmislegt er sagt í hita leiksins en það er okkar ábyrgð að starfa saman sem kjörnir fulltrúar sveitarfélagsins og ætlum við að gera það. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Ég gef ennþá orðið laust undir þessum liði að bæjarfulltrúar vilja klára. Ég held og sýnist að listin sé að verða tæmdur. Við ætlum að fá að svara þessari bókun. Og ég skilst að hér komi önnur bókun frá minnihlutunum. Ég var satt að segja vonast til þess að við varum að klára þennan dagskrárlið sem er 7. á þessu dagskrá bæjarstjórnar. En ég ætla svo sem að nýta tækifærið og segi það hér aftur að ég tek ekki oft til máls en með leyfi varaforseta þá ætla ég bara að ítreka það að allavega þessar bókanir sem komnar eru allar í rétta átt en Helga Kristín Kolbeins, gjör svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Ég tek undir að bæjarmálasamþykktin, við þurfum að læra, enda líka ég náttúrulega svolítið gömul. Ég ætla að vera með hérna smá bókun. Tek undir með bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur og bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka heilsægar undir að góð samskipti séu mikilvæg og munum við leggja okkur á mörkum til að svo verði. Ég held að þetta hafi verið gott innlegg í umræðuna líka og ég held að ég ljúki hér með þessu dagskrárlið og beri hann undir atkvæði fundarmanna. Það er liður 1. Þeir bæjarfulltrúar sem verið því samþykkir gefið mér atkvæðamerki. Það er allir bæjarfulltrúar. Já. Gjörðu vel, Helga Kristín Kolbens. Ég samþykki að fara í endurskoðun á bæjarmálasamþykktinni og hlakka bara virkilega til þeirra vinnu og ég ætla að fá að gera grein fyrir atkvæði mínu. Það var mjög mikilvægt að það sem fram fór á fundum bæjarráðs og óformlegum fundi eða vinnufundi, hann var ekkert óformlegur, hann var alveg formlegur, vinnufundi með ráðgjafa ákveðið vinnulag yrði innleitt í vinnunni. Og mér þætti því mjög mikilvægt að bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir myndi svona upplýsa okkur sem við fyrsta tækifæri hvaða hátt við myndum hafa á þeirri vinnu. Takk. Ég þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir að hafa gert grein fyrir atkvæði sínu og Íris Róbertsdóttir ætlar að fá að gera það líka. Forseti og bæjarfulltrúar, ég er náttúrulega hlynnt því og greiddi atkvæði með því að fara í þessa vinnu og tel þetta jákvætt eins og ég kom inn á áðan, en ég vil taka undir með Helgu að ég ætla ekki að gera grein fyrir hvernig við förum í þessa vinnu, heldur ákveðum við saman hvernig þetta verður unnið. Þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Það eru liðir 2 til 7 sem liggja fyrir til staðfestingar í þessari fundargerð. Bæjarfulltrúar sem eru því samþykkir gefið mér atkvæðamerki. Það eru allir 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Við förum það í lið númer 8 á þessu fundarboði. Það er fundargerð fræðsluráðs. Það er fundur 320. Það er liður 1. Launa starfsnám kennaranema liggur fyrir til umræðu og staðfestingar. Þetta er bókað í ráðinu. Kynning á launuðu starfsnámi grunn- og leikskólakennara. Niðurstaðan: ríkið og samband íslenskra sveitarfélaga hafa gert með sér samkomulag aðgerðir til að fjölga réttindakennurum í leik- og grunnskóla. Í Vestmannaeyjum er staða réttindakennara við grunnskólum í góðum málum, en í skólum bæjarins er hlutfall réttindakennara enn lágt, milli 30 og 35%. Og eitt af aðgerðum til að fjölga réttindakennurum er að taka við starfsnám nemum og sveitarfélag kosti leiðsagnakennara á hærri launum til að sinna þeim. Framkvæmdastjóri fjölskyldu- og fræðslusviðs óskar eftir heimild fræðsluráðs til að gripið verði til þessara aðgerða. Það er mat framkvæmdastjóra og fræðslufulltrúa að með því að taka inn starfsnámsnema og heimila leiðsagnakennara mun það hafa hvetjandi áhrif á skólastarfið og efla faglegt starf. Skólaskrifstofa mun hafa umsjón með verkefninu í samráði við skólastjórnendur og sjá til þess að kostnaður rúmist innan fjárheimilda. Það var Íris Róbertsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Mikilvægasta starfið var fyrirsögn á grein sem að Lilja Dögg Alfreðsdóttir, menntamálaráðherra, skrifaði í Morgunblaðinu núna í vikunni og ég get bara tekið heils hugar undir það. Það er gríðarlega mikilvægt að vera kennari, hvort sem það er í leik, grunn, framhaldsskóla eða háskóla. Þetta er gríðarlega mikilvægt starf og skiptir íslenska þjóð miklu máli. Ástæðan fyrir því að ég kveð mér hér hljóðs er að ég er mjög ánægð að það verið að gera þessa breytingu
og kom það fram í greinina hennar Lilju að umsóknum kennarnám í grunn- og leikskóla hafi fjölgað verulega milli ára. Það var búið að vera mikil fækkun, þannig að þetta að minnsta kosti að skila einhverju. Það var búið að gera námið og því var breytt með lögum að þetta var orðið mastersnám til 5 ára og ásóknin minnkaði mjög í námið. En nú verið að breyta því þannig að 5. árið kandidatsár og það sem við erum í rauninni, og ég get tekið undir það sjálf að því ég fór mig í gegnum kennaranám frá 2000-2004, að þá fannst mér lítið verið farið út í skólan, það var lítið af vettvangsnámi, en í dag, áður en þetta kemur til, þá vettvangsnámi nánast horfið, þú kennir ekki einn orðið. Og það þú ert ekki undirbúin undir kennslu ef þú verður aldrei kennt einn. Þannig að þetta eru mjög jákvæð skref sem verið að taka og ég vil bara fagna því að Vestmannaeyjabær sé komin inn í þetta. Hjá okkur það þannig að við erum svo gríðarlega vel sett í grunnskólanum að við erum nánast með réttindakennari í öllum stöðum. Ef þeir eru ekki með réttindi þá eru þeir bara handan við hornið og þeir eru að klára. En í leikskólanum mun þetta skipta okkur ofboðslega miklu máli. Þar mun þetta nýtast okkur strax. En ég allavega bara vil fagna þessu og bara tek heils hugar undir bókun ráðsins og hvað undir bókunin að fá að lesa hana með leyfi forseta. Bæjarstjórn tekur undir bókun fræðsluráðs og fagnar því að Vestmannaeyjabær taki þátt í þessu þarfa verkefni sem mun hafa hvetjandi áhrif á skólastarfið og allt faglegt starf í leik- og grunnskólum bæjarins. Þakka Írisi Róbersdóttur fyrir þetta. Vil fleiri bæjarfulltrúar taka til máls undir þessum lið? Helga Kristín Kolbens. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Við búum nokkuð vel í Vestmannaeyjum hvað varðar réttindakennara á grunnskólastigi og framhaldsskólastigi, en stéttin að eldast og það því mjög mikilvægt að hafa tækifæri til að viðhalda stéttinni og eins líka að byggja kannski upp ákveðna hvata til þess að við missum ekki kennara út úr ákveðnum námsgreinum. Ég fagna því þessu framtaki. Þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar taka til máls? Svo ekki, þá greiðum við atkvæðum þennan lið nummer 1, þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir, gefa atkvæðamerki. Það 7 bæjarfulltrúar, þannig að það samþykkt. Það eru liðið 2-6 sem liggja fyrir til staðfestingar þessar fundagerð, bæjarfulltrúar sem samþykkir, gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar líka, þannig að það samþykkt. Við erum komin í lið nummer 9 í þessu fundaboði. Það er fundagerð fjölskyldu- og tómstundaráðs, fundur 232. Það eru liðir 1-8 sem liggja fyrir til staðfestingar, þeir bæjarfulltrúar sem því samþykkir, gefa atkvæðamerki. Það eru 7 bæjarfulltrúar, þannig að það er samþykkt. Þá erum við komin í almenn erindi og það er liður nummer 10 í þessu fundaboði. Það eru umræðan samgöngumál. Það hefur óskað eftir að bæði meiri og minni hluta Íris Róbersdóttir. Hversu vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Við höfum fyrir á fundunum farið við stöðu flugs hér í Eyjum og við erum stundum skömmuð bæjarfulltrúar fyrir það að þegar við tölum samgöngumál séum við alltaf bara að tala Herjólf. Þannig það mjög ánægilegt að við höfum tekið farið aðeins yfir flugsamgöngunar. Núna í sumarleyfinu hef ég átt samtöl og fundi með vegamálastjóra, ráðherra og þingmönnum vegna samganguna við Eyja nú í sumar. Bæði varðandi flugið og varðandi Herjólf. Síðast í síðustu viku þar sem farið var yfir stöðu dýpkunarmála Landeyjahafnar. Þar átti ég fund með Sigurði Inga Jóhannsyni, samgönguráðherra, Bergþóru Þorkelsdóttur vegamálastjóra og Páli Magnússyni fyrsta þingmanni Suðurkjördæmis dýpkun Landeyjahafnar í haust og í vetur. Óskaði ég eftir því á þeim fundi að Vegagerðin legði fram áætlun dýpkun hafnarinnar í haust og í vetur til að tryggja það að nýr Herjólfur geti siglt til Landeyjahafnar.
Einnig kom það algjörlega skýrt fram á fundunum að við Eyjamenn getum ekki búið við það ástand sem var við dýpkun Landeyjahafnar síðasta vetur, enda var það með öllu óásættanlegt. Bæði ráðherrann og vegamálastjóri sýndu þessum sjónarmiðum mikinn skilning, enda hvernig er annað hægt. Höfnin, það munar 2 dögum á því þetta sé að síðasta sem höfnin hefur opnað. Við erum að opna höfnina hérna í byrjun maí, man ekki hvort það var 3. eða 5. maí. Það gekk ekkert að dýpka, tæknileg geta var ekki til staðar og það er ekkert hægt að bjóða okkur upp á þetta aftur. En dýpkunarsamningurinn var gerður til 3 ára, þannig nú er það Vegagerðarinnar að leysa úr því hvernig þeir ætla að láta dýpka og halda þessari höfn opinni eins og okkur var lofað þegar kemur ný ferja. Að því rökin sem voru alltaf til staðar var að þetta skip er ekki hannað fyrir höfnina, þess vegna er höfnina lokast svona mikið og þess vegna er þetta ekki að ganga. En það er heldur engum í hag að þessi mál séu í þeim ólestri sem við voru í síðasta vetur. Það er ekki, að sjálfsögðu ekki samfélaginu í Vestmannaeyjum sem líður fyrir það, allt. En það er heldur ekki ráðherranum, ríkisstjórninni, vegamálastjóra, viðkomandi aðilum sem sjá dýpkun. Það er engum í hag að ástandið sé eins og það var. En vonir á þessari áætlun mjög fljótlega og ég get upplýst hér að ég á annan fund með vegamálastjóra í lok næstu viku og þá vona ég að við fáum einhverja áætlun sem að við munum geta fengið að segja okkur álit á, skal ég segja. Vegna þess, það er nú margt búið að ganga á þessum fundi en vegamálastjóri og ráðherrann gera sér algjörlega ljóst að bæjarstjórn Vestmannaeyja stendur algjörlega sameinuð í þessum málum. Og það er bara rosalega mikilvægt. Baráttan okkar snýr að því að við fáum samgöngurnar sem okkur var lofað. En það þarf að eiga sér stað samtal. Samtalið þarf að eiga sér stað þegar við hittum fólkið á fundum og með því líka óformlegum fundum. Að við erum að eiga þetta samtal, við erum að eiga sér símtöl. Og það er bara það sem er algjörlega ljóst er að það þarf að auka afköstin og tæknilega getu og það þarf að eyða út þessum dýpkunartímabilum sem hafa verið við lýði síðan 2014. Öðruvísi fáum við ekki bót. Öðruvísi verða samgöngurnar við eyjar í Landeyjahöfn ekki í lagi. Og þeim var algjörlega ráðherranum og vegamálastjóra gert grein fyrir því og þingmenn Suðurlands eða Suðurkjördæmis eru algjörlega með okkur í þessu. Og ég get upplýst það hér að ég er búin að óska eftir því við fyrsta þingmannin að bæjarráð fái svona haustfund með þingmönnum Suðurkjördæmis og við eigum eftir að finna dagsetningu á það. Ég kannski verð búin að reyna að fá dagsetningu fyrir næsta fund bæjarráðs þannig að við getum allavega valið okkur einhverja viku sem að við getum óskað eftir fundi. Við tókum svona fundi fyrra og þá hittum við og getum við reynt að setja inn á þetta fundi við fleiri aðila í bænum og ég held að þetta hafi verið mjög mikilvægt. Erum við ekki sammála þér félaga mín sem kom á þennan fundi fyrra? En varðandi stöðuna á höfnunum sem við þurfum að nota og við viljum náttúrulega helst bara vera að nota Landeyjahöfn. Þá er samkvæmt upplýsingum hjá Vegagerðinni verið að vinna á fullu bæði í Landeyjahöfn og í Þorlákshöfn en skulum segja vinnan í Þorlákshöfn var nú svolítið hæg að því menn áttu nú kannski ekki vona á því hvernig hlutirnir gengu fyrir sig þar. En auðvitað er þær breytingar sem þarf að gera þar þarf að gera fljótt og vel og það er búið að tala um það að menn vonast til að allt verið búið fyrir miðjan september í báðum höfnum. En það sem að ég hef áhyggjur af er að það sem er til dæmis hér í höfninni er náttúrulega bara bráðabura. Fendirarnir sem eru hér eru bráðabura fendirar og ég er búin að óska eftir því við Vegagerðina að við fáum einhvers konar tímaplan hvenær þessir varanlegu fendirar koma sem eru reyndar að þeirra sögn mjög dýrir og þetta eru fendirar sem þú getur bara eiginlega keyrt á. Það er ekki rétt hjá mér. Það er ekki svona erfitt að leggja að. Þetta á að spara tíma og búa til meira rými í áætlunni þegar við vera fljótar að geta komið stað og lagt að. En forsvarsmenn Herjólfs OHF og skipstjórarnir hafa líka verið í miklum samskiptum við Vegagerðina vegna ýmissa þátta í þessum breytingum á höfnunum og er að fylgja því mjög vel eftir. En Vegagerðin átta sig á því að það er að geta búa við það að hafnirnar sem eiga þjónusta Herjólf geta ekki tekið á móti nýju skipi og hef ég beitt mér gagnvart Vegagerðin með það að þessi hlutir klárist. En ég hef gert það í gegnum samtöl og fundi. Þær skýringar sem ég hef fengið frá Vegagerðinni, hvers vegna þetta hefur ekki gengið hraðar, er vegna sumarfría og annarra þátta að þá hafa þessi hluti gengið hægar en áætlað var. En auðvitað er það ekkert
ásættanlegt. En staðan er samt þessi, við höldum áfram að ýta á þetta og forsvarsmenn Herjólfs OHF, Guðbjartur framkvæmdastjórinn er í miklum samskiptum við Vegagerðina og svo bara dæmi með það er kojumálið sem ég hef nú falið á síðasta bæjarstjórnarfundi að fylgja eftir og ég hef verið að gera það og það er búið að vera á svolítið skrýtnum stað að því einhver tíman í smíðaferlinu voru kojurnar afþakkaðar. En það er bara í góðum farvegi og þær voru afþakkaðar vegna þess að mönnum leist ekki á kojurnar sem að vera átt að reyna að setja í skipið. Þannig að það voru gerðar einhverja breytingar, mönnum leist ekki á þetta eitthvað tilboð, eitthvað dót en hann framkvæmdastjóri Herjólfs og fulltrúi Vegagerðarinnar sem var í smíðanefndinni, í tengslum við smíðanefndina, þeir eru bara með þetta mál og það er bara í fullum gangi núna. Þannig að því að þetta er náttúrulega bara gríðilegt tímaspursmál að þetta sé klárað en ég náttúrulega vænti þeim samt sem áður að við ætlum að fara að sigla í Landeyjahöfn sko. Þú veist að það sé bara, við séum ekki að fara að nýta Þorlákshöfn strax þó það hafi komið tilfallandi. En það mál er allavega bara í góðum farvegi en þurfti ég nú að ýta svolítið á eftir því samt. En mjög fljótlega munu liggja fyrir þessar áætlanir framtíðarlausn varðandi fendera og bryggjunum bæði hér í Eyjum og í Landeyjahöfn. Hvað menn ætla að gera, hvernig þetta á að enda þetta fyrirkomulag sem náttúrulega sjálfsögðu hefði átt að vera komið þegar skipið kom. Vegna þess að ég átti fund líka með hönnuði skipsins, Jóhannesi, sem sagði það að hann hef alltaf talað þetta, það væri system. Hann talaði þannig að það væri sko aðstæðan á bryggjunni, aðstæðan í höfnunum og skipið. Þetta var eitt kerfi. En það var eiginlega bara farið á stað með skipið. Lengra, þú veist, og svo erum við að elta það, hlutinu sem átti að vera tilbúinir til skipið kom. Og það var ákvarðanir sem teknar voru út á kostnaði hjá Vegagerðinni upphafið þegar farið í þetta, að þá var allur pakkinn ekki tekinn. Þegar var í ákveðið að smíða skipið. En þetta er það sem ég er búin að skauta henni svona yfir og varðandi flugið, ég ræddi það líka við Sigurðinga og hann áttar sig á því að þessi skoska leið þarf að klárast og vinnan gengur víst aðeins og hægt í bæjarráðinu, í ráðuneytinu segi ég, en bæjarráð vitt og breytt landið hafa verið að álykta skosku leiðina og átti ég gott samtal við Njál sem kom hér á þennan fund sem að Trausti talaði áðan þegar var verið að kynna þetta, en minn skilningur á samtölum við hann og samtölum við Vilhjálm Árnason þingmann er að það eru flugfélögin sem fá mismuninn, ekki við erum bara að borga lægra verð, ríkið borgar fulla verðið og mismunurinn er. Þannig þá eru annarkvort okkar að fá rangar upplýsingar. En ég fekk þessar upplýsingar áðan hjá Vilhjálmi. En ég get alveg svara fleiri spurningum ef þær eru og bara endilega komið með þær og ég kannski bara kem með þessa bókun á eftir. Ég þakka Írisi Róbersdóttur fyrir. Bæjarfulltrúar sem vilja ræða þetta. Ég er eflaust margir. Helga Kristín Kolbeinsdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar, gestir. Til að fá að nýta boðið bæjarstjóri Írisi Róbersdóttur og fá að spyrja nokkra spurninga. Það skilja allir ástandið eins og þú komst inn á, en skilja þá rétt að eina sem hefur vantað upp á er mannafli til að ljúka þessum verkefnum. Er þetta fullu hannað, er allur fjármögnun komin fyrir þessu, þannig að fyrst það voru sumarleyfi og svo kemur aftur fólk, að þá sé bara hægt að klára þetta. Takk. Kristínu Kolbeins fyrir þetta, þá var Trausti Hjaltason líka. Svo vel. Trausti, bæjarfulltrúar, samgöngur, Herjólfur, ég ætla sömuleiðis að fá að nýta mér að spyrja og þetta er auðvitað málana eins og við þekkjum og svona margt í máli bæjarstjóra sem vakti áhuga og athygli mína. Tók eftir því að hún þurfti að ýta svolítið á eftir kojumálinu og ég held að það sé akkúrat svolítið
að þarna hafa bæjarstjóri svolítið hitt naglann á höfuðið að það þarf því miður virðist vera, og ég held að við höfum nú lært það í öllu þessu ferli, að það þarf að ýta á eftir nánast hverju einasta atriði í þessu máli sem snýr að ríkinu og vegagerðinni, og svo sem ekki bara vegagerðinni, virðist eiga við mjög margt sem snýr að ríkinu. Það þarf að ýta á eftir þessu öllu saman, og það auðvitað með ólíkindum að það skuli vera svona atriði sem ekki búið að klára, eins og fenderar, ljósabúnaður og alls konar atriði, og svo fái bæjarstjóri þau svör að það sé sumarfrí. Ég held að sumarið var akkurat tíminn til framkvæmda í höfnunum, og í raun og veru kannski eini tíminn í sumum tilfellum, og þetta bara algjörlega óásættanlegt. En hún talar að bæjarstjóri sagði að hún hefði fengið þau svör að einhver af þessum atriðum ætti að vera tilbúin um miðjan september. Þá langar mér að spyrja hvað það sem á að vera tilbúin um miðjan september, og hvort að til dæmis svona atriði eins og að setja ljósa á hafnagarðin í Landeyjahöfn sé eitthvað sem maður myndi halda að ætti að vera hægt að klára fyrir miðjan september, og rétt að vona að það verði gert, og svona fleiri alls konar atriði, og svo auðvitað algjörlega óásættanlegt að þegar það er verið að fara að sigla í Þorlákshöfn að þá skuli eiga eftir að klára þar veigamikil atriði, og það ekki eins og hægt að taka á móti nýju ferjunni, og þetta bara óásættanlegt. Og og síðan hjó ég eftir því að hún bæjarstjóri talaði að það væri von á áætlun frá vegamálastjóra varðandi dýpkunina, og þá langar mér að spyrja hvenær von á þessara áætlun, vegna þess að eiga von á áætlun á næstu dögum eða næstu vikum hljómar illa sem svar frá embættismanni, og maður spyr sig auðvitað ef það að koma áætlun dýpkun, líklega bæjarstjóri þær upplýsingar, þarf þá ekki að bjóða verkið út, eru til fjármunir fyrir heilsársdýpkun, verið að tala heilsársdýpkun eða verið að tala enn eitt tímabilið eða hvað, og kannski hvort hún getur svarað einhverju af þessum spurningum, það væri vel þegið, og ég bara brýni bæjarstjóra og hvet hana til þess að ýta á eftir öllum þessum atriðum, að halda áfram að nudda í þessu, vegna þess að það virðist vera það sem því miður þarf að gera, og þetta bara mörg af þessum atriðum bara óásættanlegt að séu ekki komin á lengra á veg heldur en þetta. Ég þakka Trausta Hjaltarsyni fyrir, það Íris Róbersdóttir, gjörðu svo vel. Varðandi það sem verið að gera í höfnunum, ég veit ekki hvort að hlustu ekki allir á það sem ég var að segja, það sem verið að gera í höfnunum sumt að því eins og ég sagði við ykkur áðan, þegar farið var á stað í smíðina og skrifa verið undir samninginn á skipinu, þá var ekki verið að skrifa undir eða ræða neitt það sem kom fram með að þyrfti að gera breytingar á þessum höfnum, og það sem verið að gera bráðabirgða í höfnunum, og það það sem ég að kalla eftir að við fáum áætlun hvenær þeir ætla að klára þetta, og það fjármagnið var ekki tryggt þegar farið var á stað í framkvæmdirnar. Vegagerðin ekki með fjármagn núna nema í einhverja bráðabirgða framkvæmdir. Og það sem við að gera. Og þessi sumarleyfi, þau koma nú líka til að því að ef þið hafið fylgst aðeins með, þá náttúrulega búið að vera átök, eða ákveðin, kannski ekki átök, en það búið að vera svona í vegagerðinni, það ýmislegt búið að gerast, og nú allt að breytast núna 1. september. Það nýtt skipur út í vegagerðinni, og hafnarsviðið að færast undir annað svið, og það rosa mikla breytingar í gangi. Til dæmis, ekki það maður verið að tala en ákveðnir aðilar hafa verið í fæðingarorlofi, ákveðin aðili hætti þarna inni, þannig það náttúrulega búið að vera svolítið svona mikið rót. En auðvitað það bara þannig að við erum gríðarlega ósátt við það að vera í þessari stöðu, af því það eru alltaf við, alveg svo með dýpkunina, þetta bitnar alltaf á okkur. Það að þessi hlutir sé ekki kláraðir, og ég algjörlega búin að gera fólkið að ljósta okkur finnst þetta hörmung. En það sem þetta listi, ef ég fer inn í það sem bæjarfulltrúi Trausti Hjaltarsson var að segja, hvað þetta? Þetta til dæmis ljósin,
Þetta eru ákveðina breytingar á, bæta við einhverjum þilum, breytingar á einhverjum garði hérna fyrir innan. Þetta eru svona allavega hlutir sem þarf að gera. Það vantar að setja fendera til dæmis á endan á bryggjunni í Landeyjahöfn, ég veit ekki hvort hann er kominn. Þú veist það sem að skipið hefur verið að fara utan í og svona. Þetta er allavega svona fullt af litlum hlutum sem að skipstjórnarmennirnir og Guðbjartur hafa haldið utanum en ég er inni til að fylgja eftir með þeim. Og til dæmis að því þú myndist á ljósin, ég fekk þar upplýsingar þau átt að klárast núna í vikunni. Þannig ég ætla að vona að það standist. En til dæmis Jónas sem er yfir þessu og Siggi sem er yfir þessu, þú veist þetta er allt búið að vera út á suður að vanta kannski svolítið verkstjórnina. Og það er við nú bara að vona það klárist. En auðvitað erum við alls ekkert ánægð. Bara langt því frá erum ekki ánægð með það að hlutirnir hafi gengið svona hægt. En kannski hefðum við fyrir 3-4 árum átt að berja svolítið í borði með það býtu hvað ætlaði að gera við hafnirnar þegar skipið kemur. Þú veist, ég meina, þetta er eins og hann Jóhannes segir, ég hef náttúrulega bara hans orð fyrir því, að hann hafi talað það strax að það þyrfti að breyta höfnunum talsvert mikið út af nýja skipinu. Og menn hafa náttúrulega bara látið hérna Þorlákshöfn sitja á hakanum sem er ekkert ásættanlegt, ég er algjörlega sammála og treysta. En það breyti því ekki, vonandi þeir bara að græða þetta núna og þeir eiga að vera að gera það og við munum að sjálfsögðu fylgja því eftir. En varðandi áætlunina, og ég er bara alltaf bend að trausta á, ég sagði að ég ætti von á því að fá hann í lok næstu viku. Ég sagði það áðan í ræðinni þegar ég færi að hitta vegamálastjóra. Þannig og þessi áætlun snýr að því að auðvitað eru þeir núna, við vitum það þeir eru bundir að fjárlögum eins og við að fjárhagsáætlun. Núna eru þeir bara þá með þá peninga sem þeim að skaffa í fyrra, sko. Þú veist, þeir eru ekkert með einhverju umfram peninga, en það þarf samt að sækja það og það ræddu við á þessum fundi. Ég ræddi það við ráðherra, ef þeir ætla að gera þetta, þeir verða að setja meiri pening í dýpkunni í höfninni. Það er bara þannig og ráðherrann átti að segja á því að það þess vegna sem ráðherrann var á þessum fundi þegar við vorum að ræða þetta dýpkunnaplan vegna þess að Vegagerðin er ekki með nóg fjármagn til þess að eyða á þessum dýpkunnatímabilum sem sett var inn. Það þarf meiri peninga til að dýpka. Við þurfum að auka dýpkun. Eins og staðan er núna þá ekki að dýpka eftir 15. nóvember. Það er bara óásættanlegt. Við ætlum að hafa þessu höfn opna og þú ert ekki með sama dýpkunnaplan og fyrir gamla skipið. Þetta er bara algjörlega fáránlegt. Og það eru held ég allir algjörlega búnir að ná því, sko. Þannig nú þurfum við bara að gefa fólkinu frið sem segist vera að hafa tekið tillit til athugasemdanna okkar, sem segist vera að vinna, en friðurinn er bara fram í næstu viku, fundurinn er þá. Enda það er að koma haust, en auðvitað er Vegagerðin með samning og það má nú margt segja þetta ágæta fyrirtæki sem hefur nú stundað þessar dýpkanir, en þeir ráða ágætlega við þessar svokölluðu viðhaldsdýpkanir. Þannig það er alveg klárt að það verður dýpkað núna í haust, en það við ætlum að láta dýpka, ekki að láta skipin sigla í burtu 15. nóvember. Það er bara ekki hægt. Það er ekki að bjóða okkur upp á. Ég þakka Írisi Róbertsdóttur fyrir þetta. Ég vona að þetta hafi svarað töluvert mörgum spurningum. Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Takk fyrir forseti. Frú gestir. Já, ég get tekið undir ýmislegt sem kemur fram í máli bæjarstjóra með að aðstæðurnar eru fáránlegar og eins og kom fram í máli Trausta Hjaltasonar þá er þetta algjörlega óásættanlegt. Og hugsanlega, líkt og kom fram í máli bæjarstjóra, þá er eitthvað varðandi verkstjórn eða annað ekki í lagi en samfélagi í Vestmannaeyjum má ekki að vera að gjalda fyrir einhverju mannauðs vandamál sem eru til staðar í Vegagerðinni. Og ég ætla bara ekki að sýna þeim neinn skilning. Þetta eru bara aðstæður sem þarf að laga og það skiptir okkar samfélag öllu máli að hægt sé að nýta þessa gríðarlegu fjárfestingu sem að Vegagerðin hefur farið í sem er þetta skip. Og það er algjörlega grátlegt að það lá hér bundið við bryggju í þennan tíma sem það var þegar það var hér splunkunýtt. Og það er líka grátlegt að því að aðstæður eru eins og þær eru í Þorlákshöfn að það sé ekki tilbúin hafnarmannvirkin þar fyrir nýju ferjuna. Mér finnst þetta bara persónulega vera ótrúlega skrítið hvernig þetta mál er statt, að þetta sé að koma fólki endalaust í opna skjöldu hvernig aðstæðurnar hjá okkur eru. Það virðist engin skilningur vera á okkur aðstæð.
Varðandi til dæmis eins og ljósin, mér skilst að þetta snúist að reisa möstur þarna við endan á görðunum varðandi það að varpa betri lýsingu á garðana þannig að skipstjórarnir séu öruggari þegar þeir eru að sigla inn að kvöldi til. Nú fer náttúrulega bara hratt að dimma hjá okkur á kvöldin. Þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli að þessi hlutir séu í lagi. Þannig að gefa fólkinu frið. Ég er allan svo spennt fyrir því. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja kannski einhverju fleiri ræða þetta en kannski að ég fái með leyfi varaforseta að leggja örfá orð í belg. Ég vil bara þakka bæjarstjóra Írisi Róbertsdóttur fyrir að vera í góðum samskiptum við vegamálastjóra. Persónulega finnst mér vera töluvert meiri samskipti og annar andi þarna á milli og ég held að það sé afar mikilvægt og mér hefur fundist vegamálastjóri Bergþóra vera öll að vilja gera til þess að leysa þessi mál. En auðvitað tekur þetta allt sinn tíma og ég skil alveg að það er engin þolinmæði og það virðist vera ofboðslega lítið skilningur á þessum aðstæðum sem við búum við. En ég held að það sé lykilatriði að þessi samskipti séu í góðum farveg og það tekur kannski tíma að eins og bæjarstjóri Íris Róbertsdóttir kom inn á. Það eru skipulagsbreytingar líka, fólk hefur verið að hverfa frá störfum þarna og fleira þannig að við lendum kannski fyrir barðinu á því sem er gríðarlega ósanngjarnt. En ég ætla að láta þetta innlegg lokið í bili. Jóna Sigríður Guðmundsdóttir. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir, ég ætla að fá að lesa bókun. Með leyfi forseta. Bæjarstjóri átti fund með Sigurði Inga Jóhannsssyni, samgönguráðherra Bergþóru Þorkelsdóttur, vegamálastjóra og Páli Magnússyni fyrsta þingmanni Suðurkjördæmis dýpkun Landeyjahafnar í haust og vetur. Óskaði bæjarstjóri eftir því að Vegagerðin legði fram áætlun dýpkun hafnarinnar í haust og vetur til að stuðla að greiðum og öruggum sjóferðum nýrrar Herjólfsferju. Einnig kom skýrt fram á fundinum að Eyjamenn geti ekki búið það ástand sem var við dýpkun Landeyjahafnar síðasta vetur, enda var það með öllu óásættanlegt. Ráðherra og vegamálastjóri sýndu þeim sjónarmiðum mikinn skilning. Von er á áætlun frá Vegagerðinni mjög fljótlega. Bæjarstjórn skorar á Vegagerðina að koma með nýja dýpkunaráætlun sem eyðir dýpkunartímabilum út og tryggir betri tæknilega getu og dýpkun Landeyjahafnar. Jónu Sigríður Guðmundsdóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar að ræða hennar leið? Trausti Hjaltason, þessu vel. Trausti bæjarfulltrúar. Þakka bæjarstjóra hér fyrir ágætis yfirferð og svör við spurningum hún bæjarstjóri talaði í máli sínu að það hefði verið fínt að berja í borðið fyrir 3 árum og krefjast þess að hafnirnar yrði unnið í höfnunum og ég fór nú og fletti upp í fundargerð fyrir 3 árum síðan og það var tekin mikil umræða það hér og var rætt margoft við Vegagerðina á þessum tíma að það væri mjög mikilvægt að það yrði klárað að fara í nauðsynlegar framkvæmdir í Landeyjahöfn og það yrði fundnar leiðir til þess að gera höfnina að heilsárshöfn eins og var búið að lofa okkur og fyrir því eru til fjölmargar bókanir og ég get vottað að það hafi verið oft impráð á því og enda er nú meðal annars til fjármagn í að fara í einhverjar dýpkunar framkvæmdir og það er auðvitað verið í framkvæmdum þarna í Landeyjahöfn sem maður hefði viljað að myndi ganga hraðar. Þannig að ekki skortir fjármagnið að minnstakosti hvað það varðar. Varðandi það að
þingmenni sé að koma í heimsókn og ræða þessi mál, þá það bara auðvitað alltaf mjög gott að við tölum við þingmenn eða ráðherra og eigum samtal, og ef að þessar heimsókn verður þá legg ég til að allir bæjarfulltrúar sitji þann fund. Ok. Og ég hér með, við langaði bara kannski að leggja fram bókun sem að ef að meirihlutinn tilbúinn til þess að bæta þessu við sína bókun, annars þá verður þetta þá bara viðbót við þá bókun, við tekum undir bara það sem kemur fram í bókun meirihlutans, en hljómar svo. Bæjarstjórn Vestmanna lýsir við miklum vonbrigðum með seinagang af hálfu Vegagerðarinnar vegna framkvæmda við hafnarmannvirki í Þorlákshöfn og Landeyjahöfn sem árið til þess að nýting á þeirri stóru fjárfestingu sem nýr Herjólfur er minni en væntingar og efni gefa tilefni til. Nauðsynlegt að tafarlaust verði farið í þær breytingar á hafnarmannvirkjum og aðstæðum við Landeyjahöfn til að tryggja hámarksnýtingu ferjunnar við bestu mögulega aðstæður sem eru fyrir hendi í dag. Þakka Trausta Hjaltasyni fyrir þetta. Það spurning, Trausti Hjaltason, værirðu til í að lesa aftur upp þessa viðbót? Já. Bæjarstjórn Vestmanna lýsir við miklum vonbrigðum með seinagang af hálfu Vegagerðarinnar vegna framkvæmda við hafnarmannvirki í Þorlákshöfn og Landeyjahöfn sem árið til þess að nýting á þeirri stóru fjárfestingu sem nýr Herjólfur er minni en væntingar og efni gefa tilefni til. Nauðsynlegt að tafarlaust verði farið í þær breytingar á hafnarmannvirkjum og aðstæðum við Landeyjahöfn til að tryggja hámarksnýtingu ferjunnar við bestu mögulega aðstæður sem eru fyrir hendi í dag. Ég held að þetta svo sem geti alveg staðið slíkt, en það hefur svo sem komið fram ef að ég má hafa örlítið innskott í umræðinu með leyfi varaforseta þá aftur. Nú er ég fann að tala kannski full mikið með fyrir bæjarstjórnarfundi, en það hafa náttúrulega verið ákveðin atriði varðandi ferjuna líka sem hefur verið að laga líka, sem á að stoppa siglingar. Þannig að þetta er svolítið margþætt. Þannig að það sé bara ráðist að alfarið í alla þessa þætti sem snúa að ferjusiglingum milli lands og eyja, myndi ég leggja til þetta yrði orðað. Þannig að já, ég er að segja það að alla þætti sem snúa Vegagerðinni að siglingum milli lands og eyja. Þannig að ég komi því á framfæri vegna þess að mér finnst mikilvægt að það sé tekið á öllum þáttum, bæði búnaði skipsins og stillingum, stýringum sem eru búin skipinu og jafnframt hafnarmannvirkjum og öðru. Þannig að öðru leyti held ég að þetta geti gengið og ég skil mæta vel allar þessar áhyggjur og deili þeim alveg líka í þessu máli. Ég hef lokið máli mínu og Helga Kristín Kolbens skilur. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Takk fyrir forseti að minnast einmitt á stýringarnar. Það kom fram í fjölmiðlum að það væru að koma aðilar að utan til þess að lagfæra það. Eru þeir komnir og vitið þið hvernig þeim lagfræðingum gengur? Takk. Ég þakka Helgu Kristínu Kolbens fyrir þetta. Já, það er spurning. Svo að því sé til haldið til haga að þá hafa fulltrúar mínir og félagar í meirihlutanum oft þurft að hlýða á það að ég ætla ekki að vera að bera upplýsingar á milli ferjunar og þeirra starfa sem ég gegni hér við
sem bæjarfulltrúi, þannig að því sé haldið til haga, þannig að ég beini því til bæjarfulltrúa að vinna þetta í gegnum bæjarstjóra og þá framkvæmdastjóra félagsins, en þetta svo sem alveg hárrétt, þetta hefur verið í umræðinu, þannig að ég get þá bara tekið þátt í þeirri umræðu sem hefur farið fram í fjölmiðlum, það alveg hárrétt, það verið að vinna að því að laga til og þennan viðbragðstíma við stýringarskipsins, því ekki lokið og það hefur verið að kaupa ýmsan annan búnað sem ekki kominn til landsins, en þetta í vinnslu og það var sérfræðingur ekki fyrir svo löngu síðan sem var að vinna í uppgáðunum, þannig að hann flýtti þeim tíma, þannig að það verið að vinna í fullt af svona hlutum sem eru bara til bóta, til framtíðar og ég held ég get ekki svarað þessu á annan hátt. Já, ég get jafnframt líka sagt frá því að það kom líka fram í fréttum já, viðtal við framkvæmdastjórann, það að skipta út ákveðinn hluta af rafhlöðum líka. Það var nýtt núna þegar var ófært í höfnina og nýtt að vinna í svokölluðu glussakerfi, vökvakerfi skipsins. Þannig að það búið að nýta tíman ýmislegt þó að við höfum þurft að sitja uppi með siglingar í Þorlákshöfn sem við þekkjum nú vel. En það voru bundnar vonir og ég ekki að lofa upp í erminn á neinum, ég segi þetta gjarnan og kannski nýti tækifæri fyrst að ég að svara þessari fyrirspurn. Það náttúrulega var þannig að það voru aðilar sem sögðu að nýtt skip myndi gera Landeyjahöfn að heilsárshöfn og ég held að það sé ákaflega mikilvægt að það sé unnið þá í öllum þáttum vegna þess að skipi breytir ekki aðstæðan, skipi breytir ekki hafnarmannvirkjunum þó svo að það sé risti minna og komist mögulega þegar það minna dýpi. Þannig að ég held við ættum að hafa þetta í huga þegar við erum að ræða þessi mál. En Trausti Hjaltason, viltu? Já, bara ljósi ábendinga þinna ef þú vilt kannski saltaði með þetta svona bæstar, viltu að ég komi í kontu eða? Ég held að það sé langbest bara ef einhver vill annarkoð tökum fundarhlé eða einhver vill tjá sig þennan lið. Ekki að gera bara stutt fundarhlé þannig að við getum klárað þessa bókun. Ég held að sem búin að tæma svolítið þessa umræðu. Og setjum við fund aftur, við erum undir 10. dagskrárlið þessara dagskrár sem sendar út fyrir bæjarstjórnum fundinn. Það er komin tillaga að gera viðbætur við bókun sem komin var. Það er spurning hvort við ættum ekki að láta lesa hann upp. Þannig við getum klárað þetta bara. Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel.
Forseti, bæjarfulltrúar, gestir, já, hér nýttum við fundarhliðið í að fara að síðu bókanirnar og þær ábendingar sem hafa komið við þeim og viðbótin sem við leggjum til að verði bætt við bókun H&E-lista svohljóðandi. Bæjarstjórn Vestmannaeyja lýsir yfir miklum vonbrigðum með seinagang þeirra þátta sem snúa að vegagerðinni vegna siglinga milli lands og eyja, til dæmis framkvæmda við hafnarmannvirki í Þorlákshöfn og Landeyjahöfn, sem hafa orðið til þess að nýting á þeirri stóru fjárfestingu sem nýr Herjólfur er minni en væntingarefni gefa tilefni til. Nauðsynlegt er að tafalaust verði farið í þær breytingar á hafnarmannvirkjum og aðstæðum við Landeyjahöfn til að tryggja hámarksnýtingu ferjunnar við bestu mögulegu aðstæður sem eru fyrir hendi í dag. Þakka Trölda hjartanlega fyrir. Ég held að við getum sæst á þetta öll sömul. Og þar með ljúkum við þessum dagskrárlið nr. 10. Já, það útskýrst bara. Já. Það hefur borist ábending, við erum að fara hér í síðasta dagskrárlið, útsendar dagskrá sem er númer 11 og titill þess í fundarboði var umræðum fyrirhugaðar breytingar á sýslumannsembættinu í Vestmannaeyjum. Þetta fylgir hvernig þetta er skráð inn í kerfið, þannig að þetta hefur valdið einhverjum misskilningi. Þetta er umræða sýslumannsembætti í Vestmannaeyjum. Það hefur ekki komið nein beinum að við breytum þessu heiti sem slíku en þannig að Íris Ópustóttir, þú ætlar að byrja að taka til máls. Gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar og gestir. Ég átti fund í síðustu viku með dómsmálaráðherra vegna sýslumannsembættisins hér í Vestmannaeyjum og þetta á sér langan aðdraganda. Í febrúarmánuði þá ákveður þáverandi dómsmálaráðherra Sigríður Andersen að setja sýslumanninn á Suðurlandi yfir sýslumannsembættið í Eyjum til áramóta. Það var gert með því að sitjandi sýslumaður hjá okkur er veitt leyfi frá störfum og fer að vinna fyrir sýslumannsráð, leyfi frá störfum fram áramótum. Nú er það þannig að hún er skipað í þetta sýslumannsembætti til 5 ára og svo skipun rennur út áramót og þess vegna óskaði ég eftir fundi með ráðherra til þess að spyrja eftir því hvenær ætti að auglýsa stöðuna. Vegna þess að ég hafði upplýsingar um það að það væri búið að leysa fyrrverandi sýslumannin okkar frá störfum. Hún væri ekki lengur í leyfi, heldur fékk ég þær upplýsingar og ég vildi bara aðtöga hvort að það væri hægt að fá þær staðfestar og ég fékk það í rauninni staðfest að hún væri ekki lengur skipaður sýslumaður hérna. En eins og pólitíkusum er einu lagið að þrátt fyrir það að ég hafi rætt við ráðherrann og á þessum fundi var meðal annars aðstofamaður Sigríðar Andersen sem sat fundinn hjá þegar við hittum hana hér í Eyjum og að þá gat hún ekki sagt nei eða já. Hún gat ekki sagt hvort að það ætti að auglýsa embættið vegna þess að það sé ákveðin greiningavinna í gangi hjá öllum sýslumannsembættunum og þegar henni væri lokið að þá myndi vera tekin ákvörðun. En samkvæmt lögum þá er sýslumannsembætti í Vestmannaeyjum, það er ekki komið fram nýtt frumvarp, það er ekkert í samráðsgáttinni, það er ekkert sem mælir gegn því að sýslumannsembætti sé auglýst vegna þess að sýslumannsembætti í Vestmannaeyjum er til samkvæmt lögum. En lögin eru þannig að það er hægt að skipa sýslumann eða setja sýslumann yfir annað sýslumannsembætti 1 ár í senn, ekki bara í 1 ár. Þannig ráðherra getur sett sýslumannin á Suðurlandi áfram yfir sýslumannsembætti í Vestmannaeyjum. Og mér fannst fyrst að það var ekki hægt að segja það, þetta er bara ósköp einföld spurning, ertu ekki að fara að auglýsa þetta? Og ráðherrann gat ekki svarað því.
Og ég sagði, ok, þú ert sem sagt ekki að frauðlýsa það, og vildi nú ekki segja það heldur. En það sem ég kom að á þessum fundi var, ég ítrekkaði kröfu, bæjarstjórnar fyrir kröfu að skipaður yrði sýslumaður hérna. Þetta væri óásættanlegt og það ætti að gera það eins og lög gera ráð fyrir. Og annað, ég fór líka fram á það að það ætti að fjölga stöðugildum hérna eins og við höfum rætt, fylgdi eftir því sem við höfum bókað hérna, varðandi það að fjölga stöðugildum við embættið vegna þess að ég hef átt fundi með settum sýslumanni og hún hefur skilað inn til ráðherra hugmyndum af verkefnum fyrir sýslumannsembætti hér í Vestmannaeyjum. Og ég ítrekkaði það að það væri þessi listi, ég vissi af honum og hann nú inn í þessari greiningavinnu þessi listi, en ég sagði að það hlyti nú að geta klárað þetta verkefni til þess að geta séð þessi flutninga á þessum verkefnum hingað, þannig það væri hægt að setja nýtt stöðugildi lögfræðings og ég vil ritara hingað til eiga. Þannig með þetta tvennt fór ég, það sem að við rættum hérna og fórum yfir og ítrekkaði vegna þess að ég var bara mjög hissa að ráðherra gat bara ekki sagt, hún ætlaði að auglýsa embættið, sko. Ég meina, lög gerir ráð fyrir því, en ráðherra hefur þetta og getur sett 1 ár í senn og ráðherra getur skipað annan sýslumann yfir sýslumannsembætti í Vestmannaeyjum. Og ég fékk ekki rosa góða tilfinningu fyrir því að það yrði einhver breyting á þessari stefnu á meðan greiningavinnan í gangi. En ég vonaði besta samt og sagði það að þetta væri ítrekuð krafa og ráðherra minntist á það, hún hefði heyrt þetta skýrt líka frá þegar hún kom hérna til eiga, þegar hún ræddi við fulltrúa Sjálfstæðisflokksins í bæjarstjórn og minntist á það að það væri algjör krafa að sýslumaðurinn væri í Vestmannaeyjum, væri búsettur hérna. Og við erum búin að fara yfir þessi rök 100 sinnum með eftir að þegar yfirmaðurinn ekki á staðnum, hvernig hlutirnir eru, við erum búin að lenda í þessu með sjúkrahúsið. Og þannig það sporin náttúrulega hræða í þessu eins og mörgu öðru. En ég mig langar að lesa bara upp bókun sem við getum þá kannski rætt. Við leyfi forseta. Í febrúar síðastliðnum ákvað þáverandi dómsmálaráðherra Sigríður Andersen að setja sýslumanninn á Suðurlandi yfir sýslumannsembættið í Vestmannaeyjum til áramóta. Nú að líða að lokum þess setningartímabils og fór bæjarstjóri Vestmannaeyja þegar sökum á fund núverandi dómsmálaráðherra Þórdísar Kolbrúnar Reykfjörð Gylfadóttur í síðustu viku. Á þeim fundi var ítrekkuð fyrri krafa bæjarstjórnar að skipaður yrði nýr sýslumaður í Vestmannaeyjum með aðsetur í Eyjum eins og lög gera ráð fyrir. Ráðherra gat á fundinum ekki staðfest að staðan yrði auglýst, en nú stendur yfir greiningavinna í dómsmálaráðuneytinu á öllum embættum sýslumanna á landinu. Þeirri vinnu er ólokið. Á fundi bæjarstjóra og dómsmálaráðherra var jafnframt rætt fjölgun stöðugilda við sýslumannsembættið í Eyjum. Bæjarstjórn Vestmannaeyja skorar á dómsmálaráðherra að auglýsa embætti sýslumanns í Eyjum laust til umsóknar að nýju og stuðla að því að embætti verði eflt með tilfærslu nýrra verkefna til Vestmannaeyja. Þá verði staða löglegs sérfræðings sett á stofn við embættið til að sinna fyrirliggjandi og væntanlegum framtíðarverkefnum. Þakka Írisi Róbsdóttur fyrir þetta. Þetta hafi gefið ágætt yfirsýn yfir þetta mál. Þannig að dagskrálið. Bæjarfulltrúar sem vilja ræða þetta, Trausti Hjaltason, gjörðu svo vel. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, það í raun og veru er sagan hér að endurtaka sig. Við áttum þessa baráttu fyrir nokkrum árum þar sem var tekist á það hvort ætti hér að vera sýslumaður áfram eða ekki og sömuleiðis var tekin í leiðinni slagur hvort að það vera hér lögreglustjóri eða ekki. Þá hafðist kannski ekki betur sigur en það var varnarsigur. Það tókst að fá það í gegn að hér yrðu þessar stöður áfram í Vestmannaeyjum og þessi embætti og þrátt fyrir að það átti sér stað breytingar á landsvísu sem að fækkaði sýslumönnum og lögreglustjórum land. Það ríkir í raun og veru ennþá nákvæmlega sömu rök og þá að það mjög mikilvægt fyrir okkur að hafa hér sýslumanninn og þess vegna voru það mikil vonbrigði þegar sýslumaðurinn fór til annarra starfa að það skyldi ekki bara vera auglýst strax heldur skyldi vera skipaður til áramóta sýslumaðurinn hér á Suðurlandi og
og í kjölfarið átti bæjarráð samtal við sitjandi sýslumann og við bentum á og lögfræðingar hér í bæ voru nú búin að vinna góða vinnu og við höfum bent á hvað verkefni hægt að sækja hingað og eru hér mikil sóknarfæri fyrir embættið að bæta vissi verkefnum og rafræn stjórnsýsla annað býður upp á enn frekari möguleika fyrir landsbyggðina að efla embættin sem eru þar, þau eru nú ekki mörg en að efla þær stofnanir sem eru nú þegar til staðar á landsbyggðinni og þess vegna vill maður að sjálfsögðu sjá að hér verði bara auglýst eftir sýslumanni enda ekkert annað í stöðunni, það hefur ekkert annað verið boðað og efla embættið leið að fá nýjan sýslumann til þess að sækja verkefni og að láta þá eitthvað af þessum verkefnum sem búið að leggja til að sé möguleiki á að færa hingað, láta gera þær breytingar að það fylgi þá einhver fleiri verkefni og að bæta það við starfsfólki leið og þess vegna bara teki heils hugar undir þessa bókun sem hefur hér verið lögð fram. Þegar við sáum að þetta mál var að dagskrá þá blöskra okkur svolítið titillinn á þið en þetta er raunverulega samt sem áður sami titill og var fyrir nokkru sinni í bæjarráði og við tókum umræðinu þar og við ákveðum bara að einfalda þetta og hafa þetta umræður um sýslumanninn og það er bara mjög fínt og við höfum að sjálfsögðu átt fjölmörg samtöl við sitjandi dómsmálaráðherra þetta mál og það sem að við höfum gert henni grein fyrir afstöðu bæjarstjórnar og afstöðu okkar varðandi þetta mál að það sé alveg skýrt að það hefur ekkert breyst síðan við tókum þessa baráttu síðast og höfum bent á þetta sem að þessi verkefni sem hægt að fara hingað og það er bara ánægilegt að vita að bæjarstjóri hafi sömuleiðis átt þessi samtöl og verið að vinna í þessu og verður vonandi bara staðan auglýst á næstunni en maður er auðvitað ekki sáttur við að fá ekki skýr svör og að skuli ekki bara vera búið að klára þetta mál og þannig að ég held að þetta sé nú svona kjarni málsins, þetta sé nú svona helsta sem ég vildi fá að segja að minnsta kosti í bili. Ég þakka Trausta Hjaltasyni fyrir vilja fleiri bæjarfulltrúar ræða þetta mál, sýslumaðurinn í Vestmannum, Hildur Sólveig Sigurðardóttir, gjörðu svo vel. Já, staða sýslumanns, forseti bæjarfulltrúar og gestir, það er gott að við séum að ræða þetta mál hérna, þetta er gríðarlega mikilvægt mál og skiptir okkar samfélagi eins og kom fram hérna í máli bæjarstjóra og Trausta gríðarlega skiptir samfélagi miklu máli. Þetta er í rauninni eitt af örfáu opinberu störfum sem við þurfum að klóra liggur við að manni finnst augun úr embættismönnum og ráðuneytisstjórum að fá að halda hérna í sveitarfélaginu. Embætti sýslumanns er ekki bara einhver skjala tilfærsla, svo það sé alveg tekið hreint fram. Embætti sýslumanns hefur er mikilvægt bæði til dæmis hvað var að byggðaþróun. Við erum til dæmis hér í samfélaginu með lögfræðinga sem örugglega 7 til 8 lögfræðinga í sveitarfélaginu sem að margir hverjir hafa einmitt hafið feril sinn hjá embættinu. Þannig að þetta hefur verið í rauninni svona aðlaðandi vinnustaður fyrir fólk sem er að sækja sér framhaldsmenntun í til dæmis lögfræði. Eins og kom fram í máli bæjarstjóra, við erum ekkert að óska endilega eftir einhverju umfram fjármagni, við erum að óska eftir að halda að minnsta kosti því fjármagni sem við erum hér með embætti sýslumanns, að það sé auglýst tafarlaust. Það eru klárlega hér tækifæri líka eins og hefur komið fram að taka á móti fleiri verkefnum og við erum með og höfum sent
langan lista af verkefnum sem vel væri hægt að sinna hér. Við erum með húsnæði, rúmgott húsnæði, ódýrt húsnæði, góðar aðstæður til að bjóða upp á að slík vinna fari fram. Við höfum í rauninni með þeirri framkvæmd þar sem að sýslumaður var fluttur tímabundi til starfa fyrir sýslumannsráð, það var verið að færa fjármuni frá sveitarfélaginu á höfuðborgarsvæði sem fullkomlega óásættanlegt. Og þar með flytja hámennt og opinbert starf sem eru einmitt ekki mörg í sveitarfélaginu fyrir að dreifa. Og eins og kom fram í máli bæjarstjóra, það hér lög að hér skuli vera staðsettur sýslumaður. Og ég sé ekki, það náttúrulega fór fram þessi gífurlega vinna 2015 það sem var ákveðið að hér skyldi vera sýslumaður. Og ég bara get ekki séð hvaða stórkostlu breytingar hafa orðið á okkar landslægi og störfum sýslumanna á þessum tíma sem að breyta þeirri niðurstöðu. Það var nú daginn, það tók nú ekki langan tíma þegar þessar tilfæringar fóru til að henda sýslumannsbústaðnum á sölu. Það var atriði sem gekk mjög vel og hratt fyrir sig. Og óskandi hefði verið að það hefði gengið jafn vel og hratt fyrir sig að auglýsa þessa stöðu sýslumanns aftur. Við höfum líkt og bæjarstjóri átt nokkra fundi með dómsmálaráðherra varðandi þetta mál og höfum lýst yfir gríðarlega þungum áhyggjum varðandi þau áhrif ef af þessum hugsanlegu breytingum yrði að sýslumaðurinn hér yrði ekki til staðar. Það eru líka lögfræðingarnir hér í sveitarfélaginu sem hafa áhyggjur af þessu. Þeir hafa áhyggjur af því að mál verði til dæmis rekin á meira magni á Selfossi. Skjólstæðingar fari þar að leiðandi að leita sér þjónustu og viðskipta þangað. Og þannig hafi það afleitt áhrif á störf í Vestmannaeyjum. Og sama skapi óttast þessar sem einstaklingarstöðu dómþinghánar. Að verði framtíð embættisins með þessu móti að dómþingið verði haldið í minna mæli hérna. Og jafnvel ekki, ef framheldur sem horfir. Þannig að þetta er stórkostlegt mál sem að við höfum öll hérna mikinn samhljóm í að berjast fyrir. Og ég bind vonir við það að þetta mál, að í rauninni við getum allavega sameinast það að leggja gríðarlega þunga kröfu á þessi stað að mun ekki hverfa héðan heldur verði hægt að efla embættið enn frekar. Þakka Hildi Sólveigu Sigurðardóttur fyrir þetta. Vilja fleiri bæjarfulltrúar leggja orð í belg í þessu? Ég held við séum sammála. Það það ekki? Hér mögulega að koma ein bókun í lokin. Ein í viðbót sýslumanninn í Vestmannaeyjum. Það svoleiðis. Hildur Sólveig Sigurðardóttir. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja fram eftirfarandi bókun. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins taka heils hugar undir bókun bæjarstjórnar. Nauðsynlegt að efla embætti sýslumanns í Vestmannaeyjum. Bæjarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins hafa átt fundi með dómsmálaráðherra þar sem þeir hafa lýst yfir alvarlegum áhyggjum af stöðu mála. Bæjarfulltrúar hafa lagt áherslu á að nauðsynlegt sé að auglýsa stöðu sýslumanns tafarlaust. Fjármagn er til staðar í embættinu og lögum samkvæmt skal vera sýslumaður í Vestmannaeyjum. Þar með ljúkum við umræðu 11. dagskrárlið í fundargerð bæjarstjórnar í kvöld. Næsti fundur bæjarstjórnar er 27. september næstkomandi og fundi er slitið 21:09.